Ég lendi í hörðum árekstri þarna, keyrði á mann og það nú kannski litaðist náttúrulega mikið að því vera mín í þessu landi. Snemma á þessum tíma ég á leiðinni heima á æfingu og það dimmt og síðan kemur allt í einu maður á milli tveggja laðra bíla, bara lappar út á götuna og ég ekki eins og byrjaður að bremsa þegar ég bara negla á hann. Og hann bara, þú veist, yfir bílinn og ég bara held þessi dáinn, sko. Ég datt eiginlega ekkert annað í hug. Þessi þáttur í boði Origo. Verið velkomin að tækjunum. Hannes Þór Halldórsson gestur þáttarins. Leikjahesti landsliðsmarkmaður frá upphafi, maðurinn sem varði vítið frá Messi og leikstýrið tónlistamindbandinu við 5 á Richter með nælon. Hannes var ekki hefðbundnu sögu fótboltamannsins sem byrjaði að æfa ungur, var duglegur að æfa sig og fann sig síðan á toppnum. Það voru margir lágpunktar á leiðinni, þrálát axlarmeiðsli og aðgerðir, höfnun markmannstöðu í 4. deildarliðinu Núma, sem ég sé ekki einu svona var til fyrir en ég fór að rannsaka Hannes fyrir þátt, með fullri virðingu fyrir Núma sjálfsög, sjátt á það góða lið. Tímabil eftir menntaskólan sem best lýst með viðnefninu Djammes sem Hannes fékk á þessum tíma og slys á fingri við tökur á nælon tónlistamindbandi sem komu nálægt í að enda markmannsferilinn, en þó slysið fór ekki á versta veg var Hannes kom með nóg af fótboltanum og nóg af leikstjóraverkefnum á sitt borð svo hann hringdi í þjálfarann sinn og tjáði honum að hann væri hættur. Blessunlega endaði þetta ekki þar. Við fórum yfir ótrúlega framvindu mála, hvernig Hannes fór frá því að taka upp seríuna Atvinnumennina okkar og leikstýra einum þættinum þar sem fyllt var eftir Eiði Smára Guðjónsson yfir það enda sem herbergisfélagi Eiðs og með fasta stöðu í landsliðinu á stærsta íþróttaviðburði Íslandssögunar. Þið fá líka alvöru sögustund af Hannesi í Azerbaijan þar sem hann lenti í árekstri sem næstum drap mann og setti af stað vægast sagt skrautlega atburðarás. Ísey Skyr býður ykkur upp á 3 bragðtegundir af kolvetnaskertum og fitulausum próteindrykkjum sem einstaklega handhægir í fernum sem hægt að loka. Þvílíkur lúxus. Frábær valkostur í morgun eða hádegismat, nú eða hvenær sem á milli mála. 23 grömm af prótein í einni fernu og mætti kalla þetta Protein Boost. Það hefur verið ansi hentugt fyrir Hannes á vöðva/liftinga tímabilinu sem hann tók þarna menntaskóla aldurinn. En ef þið voruð ekki búin að heyra af því, þá búið að breyta bragðinu á kók án sykurs. Blessunlega búið að breyta því til hins betra, því mögulega kók án sykurs orðið besta kók í heimi. Ef þið eru fyrir sykurlausu drykkina, þá verðið þið að smakka nýtt og endurbætt kók án sykurs. Þið finnið það í nýjum og endurbættum umbúðum og þið finnið það inn á öllum sölustöðum Dominos. Hversu kjörið að panta sér pizza á matseli og stóran skammt af brauðstöngum og fá aðra pizza sömu stærðar að auki? Ef þú sækir, en fá svo 2 lítra Dominos kalt kók án sykurs með. Þetta alveg tvenni tilboð. Dominos pizza og nýja kók án sykurs. Annars fékk ég sendingu af smyrjum frá Rapunzel daginn. Smyrjur eru eitthvað eins og hnetusmjör eða möndlusmjör, en Rapunzel tók þetta skrefinu lengra og að bjóða upp á lífrænt kókos möndlusmjör. Fólk ætti náttúrulega bara að vera í áskrift að þessu og viðhalda þannig fíkninni. Sara Sigmundsdóttir, ofuríþróttamaður, var með skál af þessum daginn og léti þetta ekki einu sinni áneitt. Hún bara borðaði þetta með skeið sem þýðir að ég ekki einn það. Burtséð frá því hversu gott þetta þá þetta sjálfsögðu lífrænt og meinholt eins og allt frá Rapunzel. Sjöstrand býður ykkur svo 10% afslátt af kaffi með afsláttakóðunum Snorri inn á sjöstrand.is. Kaffið þeirra sömuleiðis lífrænt, hágæða og bara gott. Nýtið ykkur endilega afsláttinn og komið í tím Sjöstrand. Hannes Þór Halldórsson, gestur þáttarins, gjörið þið svo vel. Hannes Þór Halldórsson, velkomin. Takk. Loksins, svo má segja. Ég held að við hittið þér 2018. Já, nákvæmlega. Og þú sagðir, herrið mér eftir 3 ár. Hvað kem ég? Það komið að þessu. Herru, eitt farsalasti markvörður íslensku þjóðarinnar, leikjahesti landsliðsmarkaður Íslands, sá besti að mínum mati. Mín sérfræði þekking nær svo langt að ég vil titla það svo. En mér langar að spyrja þetta viðtal á leikstjóraferlinum. Dyramotta í sagafilm var þinn fyrsti starfstitill innan þeirra stéttar. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, það passar. Það var svona í fyrsta skipti sem ég fekk einhver laun í kvikmyndabransanum. Ég var ráðinn inn í sagafilm af honum Jóni Þór, hálffrænda mínum sem átti og stofnaði sagafilm 2005 þegar ég var að klára Vestló. Þá var ég búinn að vera alveg að bóla kafi í stuttmyndagerð og einhverju svona vídeódóti í Vestló í grunnskóla. Þannig að ég hafði mikinn áhuga á þessu. Af hverju kemur það? Ég meina, þegar fólk fær svona áhuga á kvikmyndagerð eða ljósmyndun eða hvað þá lítur alltaf að vera eitthvað svona smá rót vandans. Þetta bara, það kveiknaði eitthvað baktería hjá mér. Fyrstu kynni mín af þessu voru
voru stuttmynd sem að við vinnindi gerðum, við vorum 12 ára sem heitir Sundmaðurinn, sem að var einhverja ofurheiti sem heitir Sundmaðurinn og hérna það var ekkert ákveðið að ég yrði á baku myndavélina eða eitthvað svona, en ég bara einhvern veginn tók myndavélina og tók stjórnina og byrjaði að skipa þeim fyrir og svona fannst þetta spennandi. Þetta var eitthvað 90 eitthvað? Þetta verðum 12 ára, já, það voru við 96. Og þið áttuð alveg myndavél þarna? Já, pabbi eins áttu myndavél og við sem sagt fórum að mynda á hana og bara síðan tengjuðu bara kameruna með svona RCA snúrum í vídeotæki og þú veist, ítir á rekk á vídeotækinu og play á kamerunni og þannig klippuru, skilur þú veist, þannig að þú rekkar á sama tíma, pása og síðan spilaru, finnur næsta skot sem varst að taka upp, ítir á play og rekkar á vídeotækinu og þannig klippist næsta atriði inn á, skilur þetta voru, þannig klipptu við fyrstu stuttmyndunar og og ég bara fann mig í þessu, við gerðum síðan aðra og svo aðra og mér fannst þetta bara alltaf gaman og einhvern veginn var kveiknað einhver bakteríu þarna, þannig að þegar að ég fór síðan í Vestló þá setti ég strax stefnuna á að komast inn í vídeónefnd og gerði það og bara, þú veist, var að bólakafi því öll mín ár í Vestló og gerði velhefna stuttmyndir þarna og svona var að gera þessa 12.0 þætti og þetta þannig að það var bara, þetta var bara svona varð mín ástriða í Vestló og svolítið, þú veist, í rauninni það sem ég lærði í Vestló, ég meina ég var góður námsmaður þegar ég var yngri í grunnskóla þegar ég setti sko fókusin á það, en í Vestló verður að viðurkennast ég setti ekki fókusin í sko námið, en það fór allt í félagslífið og vídeónefndina og ég svona kom út úr Vestló svona með ágætis grunn bara sem kvikmyndagerðarmaður og það var rauninni minn svona kvikmyndaskóli. En það bara, maður fær bara tækifærin þarna til þess að bara henda sér út í einhverja framleiðslu. Já, algjörlega, ég meina, þú veist, þetta var þvílíkur skóli að bara vera þarna á deadline á næturnar að, þú veist, klára einhvern hálftíma þátt, það er mjög mikið mál að klippa hálftíma þátt, komið svo öllu saman og það var bara daginn eftir í hádeginu var, þú veist, 300 manns að fara að horfa á þetta, þú veist, fullu salur og þú veist, þetta bara, þú veist, svona læri maður, þetta er bara svona learn by doing, skilur, þú veist, og þetta er svo fjölbreytt líka, það var alls konar dót sem vorum að gera og alltaf, þú veist, mega deadline og fólk að horfa og þú veist, skilur við upplifa þetta að sína fyrir fullum sal og fá viðburðin beint í æð og eitthvað svona, þetta var geðveikt sko, þannig að ég bara, þú veist, það er ennþá eiginlega bara mesta kikk sem ég fæ, það er að sína eitthvað efni fyrir fullum sal og finna bara orkun og finna viðburðin, þú veist, það er eiginlega ekkert betra sko. En 12.0, það er nú, ég meina, fólk sem var ekki í Vestló, það þekki nú alveg þessa skemmtiþætti, að svona mikil athyglisíki í gangi og svona háværustu nemendur Vestló Radolf þarna inn, varst þú einn af þeim eða? Nei, ég var í baku tjöldin sko. Ég var bara vídeolúðin sem að leyfði stjörnunum að skína. Ég var með Jóni Jónssoni og Birni Braga og hverjum fleiri í nefnd, þeir voru í 12.0, ég náttúrulega, þetta var bara klíkuskapur sko, ég var að velja inn í nefndina og valdi bara vini mína. Já, nú varst líka bara svona strengjabrúðu meistarinn þarna baku tjöldin. Já, í rauninni sko, ég var svona sá alveg þessa þætti á þessum tíma sem ég var formaður vídeónefndar, það sem var í 5. bekk og þannig að ég var að gera þessa þætti í rauninni með Birni Braga mikið og Jóni og síðan voru fleiri í nefndinni, Pálmar Hlöðursson var svo hann sem nú nefndin var formaður 12.0 og hann var með okkur í þessu líka og svona fleiri en þú veist, ég var svona, þú veist, sá kvikmyndagerðina í þáttunum. Eru þið fegnir að þetta sé ekki alltaf á YouTube og þetta var bara látið þar beint inn þegar þetta var tilbúið? Já, ég er fegin að margt af þessu hafi ekki farið inn sko, þetta var eiginlega ótrúlegt sko, þegar ég hugsaði tilbaka hvað fekk að slæta og hvað var sýnt fyrir fullum sal, það er ekki það langt síðan og það er ótrúlustu hluti og samt vorum við alltaf í stríði við námsráðgjafan og þoldum ekki hvað einhvern veginn, hún var stíf og hleypti ekki engu í gegn sko, en það er eiginlega ótrúlegt hverjum hleypti í gegn með að við svona stemningun í dag sko, þannig að það er mjög gott að þetta sé ekki online. Einmitt, þakka fyrir það. En þú varst samt í Morfís líka, en aftur þarna eins og með 12.0, þá varstu maðurinn á bak við tjöldin. Já, ég var liðstjóri í Morfís. En og það er svona, ég ekki segja að það sé vanmetið jobb, en maður fær samt að vera på sviði og maður fær byggarinn og maður fær svona að vera partur af, þú veist, fær glamúrin, sko. Já. En ég var ekki alveg nógu góður ræðmaður, ég ágætisræðmaður, ég var svona í, þú veist, þessum bekkjakeppnum og var í grunnskóla, fínn í þessu og alltaf að keppa fyrir höndfællaskóla og svona, en ég var ekki alveg nógu góður til að meika sem ræðmaður í Vestló, en ég fekk að hanga með þessi listjóri og á á Legendary titil 2004, þá unnum við MH, Dóra DNA og félaga með 1 stigi sem var ótrúleg keppni. Já, byrju, þetta, ég held ég að við heyrt þetta frá
Dóra hlið sko, þá var þetta einmitt ótrúlega keppni líka frá hans hlið. Já, þetta situr á honum út af því að þeir töpuðu út af refsistigum frá Dóra. Þeir sem sagt voru 3 stigum yfir okkur held ég, en Dóri talaði einhverju 4 sekundum á lengi, þannig að þeir töpuðu á endanum með 1 stigi og það var Dóra DNA að kenna. Og sko, til að taka það inn í myndina, þá eru stigin bara hlaupa á einhverjum 100 með ekki? Nei, mörg þúsund. Við vorum með, við vorum með 2671 stig eða eitthvað og þeir 2670, þetta var eitthvað svona. Einmitt. Ok, já, einmitt, það kannski situr aðeins í honum að hafa talað þarna 4 sekundum á lengi. Já, það voru pirrandi mistök. Einmitt, en bara það er stutt á milli. Já, við vorum betri samt 800 skili. Já, við vorum vel að þessu komin. En svona karakterinn í verslunarskólanum, bara, þú veist, þú varst augljóslega að taka þátt í félagslífinu, þú fékkst náttúrulega geggjaðan vettvang þarna til þess að iðka, hvað maður að segja, bara þessa kvikmynda áhuga sem þú varst með, en fótboltinn? Hann var bara mætti algjörum afgangi og var eiginlega ekkert til staðar í Vestló. Ég var sem sagt svo sem saga sem hefur verið margsögð en ég veit að þú vilt heyra hann einu sinni enn, þannig að það var þannig að ég sem sagt meiðist þarna þegar ég 14 ára, var efnilegu markmaður þegar ég var á mínum yngri árum og 14 ára þá fer ég í keppni við pappa minn niður brekku í Bláfjöllum, hvorið á undan niður á stóllyftunni. Skíðum með bretti? Ég var á bretti og hann var á skíðum. Og 2 skólar að mætast það. Já, við fórum eitthvað svona, það var í suður, ekki aðal svæðinu í Bláfjöllum heldur inn í stólulyftunni. Gósin eða? Nei, þú veist, er þetta ekki Suðurgilið? Hvað heitir hún aftur alveg út í kanti? Það er aldrei snjóri í þessu hvort þið sko. Fólk bara Nei, það er rétt. En hinn stólulyftan hann alveg út að enda og við fórum svona einhverja ótróna slóð þar út fyrir, sáum einhverja leið þar, en það var engin leið sko, það var bara tróðari sem hafði bara keyrt svona eitthvað, þú veist, var að koma sér upp á fjallið og við fórum þangað aðeins að rannsaka leiðina og vorum á Milljón og þá allt í einu bara hverfur fjallið, þá förum við fram af hengju, þú veist, þá eiginlega bara svona þvílíkum bratta og við bara fljúum þar báðið fram af og lendum bara í klessu og öxlin á mig fyrir lið og pabbi rústaði þessu þumalputanum, ennþá illt í þumalputanum. Já, þannig að þetta var alveg slys? Já, þetta var slys. Og var ekki bara dett í brekkunni? Já, nei, og ég var bara fastur hann í brekkunni og sóttur að tróðara og kerður niður og kerður niður spítala og eitthvað svona. Og þarna fór öxlin á mér úr lið í fyrsta skipti og þarna er ég 14 ára og tóku sér ekkert sérstaklega alvarlega, ég held bara að þetta myndi lagast og væri ekkert stórt mál og síðan seinna að þessu ári held ég þá fer ég til Portugal og fer í Vatnsirnubördagarð og þegar ég lendi í vatninu eitt skiptið þarna þá bara fer öxlin á mér eftir og klikk smellur úr lið og ég þarf að hlaupa þarna með öxlin úr lið gegnum Vatnsirnubördagarðin og finna fjölskylduna og keyra síðan í einhverju umferðarteppu á portugalskan spítala og láta smella mér í liðin og það að vera úr axlaliði er bara, það er alvöru vesen sko, það er ógeðislega vont þegar meðan öxlin er úr lið sko, þangað til henni kipt í liðin. Og þetta er vist svoleiðis meðsli að, ég meina, ef þú lendir í þessu einu sinni þá er alltaf líklega og lendir í þessu aftur. Já, og svo gerðist þetta hverju ári alveg þangað til ég var 19 ára, þannig að frá 14 til 19 þá var ég bara ekkert með í fótbolta því að öxlin á mig datt úr lið einu svona ári og þetta var alltaf, þú veist, tekur cirka ár af endurkomu. Hún fer úr lið og svo tekur þetta 6-8 vikur bara að jafna sig og svo byrja maður að, þú veist, reyna að koma tilbaka og það tekur nokkra mánuði að styrkja hana og þú veist, það var aldrei að tekin ákvörðunum að senda mig aðgerð, ég átti alltaf bara að styrkja hana og síðan, þú veist, kemur bakslæði svo fer hún aftur úr lið og þá ertu komin aftur að byrja að reyna nokkra mánuði eftir í tíman. Þannig að svona leiði þetta í 5 ár og ég var mjög þreyttur á þessu og það þreyttur að þegar þetta gerðist í síðasta skipti þá var ég alveg búin að fá nóg að þessu sko, ég var, þú veist, og enda vissu í rauninni vinir mínir í Vestló nánast ekkert að ég væri í fótbolta, ég svona reyndi svona mæta einhverjar æfingar, þú veist, og svona halda mér í þessu og leita ennþá á mig þannig séð sem fótboltamann en samt ekki og eitthvað og svona, þetta var bara mjög mikið bras á fótboltaferlinum hana og á meðan ég var á bólakafi í félagslífinu og vídeómálunum í Vestló. Sögur segja að þú hafi bara verið með þess að dóttin svolítið úr formið þarna þessum tíma. Já, það er rétt. Ég var svolítið að djama og eitthvað og fór mikið út með félagunum og það hefur svo sem verið rætt líka einhverju þáttum og eitthvað svona og
Vinir mínir hafa nú, þeir vilja meina sko, að þessar sögur verði dramatískari hvers skipti sem að ég kem fram og tala þetta sko, að ég hef alltaf sokkin dýpur og dýpur í neyslu með hverju skiptinu sem ég segi þetta viðtal. Nei, sem að ég fyrir viðtal þetta en þetta var ekkert alvarlegt, ég fór svolítið mikið út á lífið þarna og þú veist, sérstaklega árið eftir Vestló þegar ég var 21, þá var ég, fóru félagarnir út bara nánast 3 viku, bara 5. laugardag og það var helvitis sökk á okkur og ég bætti vel á mig og var komin í mjög slæmt form á tímabili, á 105 kíló þegar 21 árs og var basically bara hættur í fótbolta og ekki gera neitt að viti og það var þegar ég var að vinna í sagafilm og var svona svolítið rót á mér, það var svona kannski ekki, það var svona það ár svona sem maður svona einhvern veginn hugsa tilbaka og svona fæ eitthvað svona eitthvað svona smá, svona einhvern skítatilfinningu yfir það því að það var bara sökk og ekkert að frétta, skilur Einmitt. og svo, en ég reif mig í gang eftir það, sko, það var alveg langur aðdragandi að því samt, sko, það var dramatískur fótboltaleikur 2004 sem ég klúðraði og hætti fótbolta eftir það og það var 2005 árið sem að ég var svolítið að sukka með gulla vinum mínum, við vorum saman í þessu en við ákvæðum líka saman að ríða okkur í gang og byrjuðum í ræktinni saman og það var svona uppafið það. Er það Gym 80 tímabilið? Já, það var Gym 80, hvernig veist það því? Þú varst vist kallaður vöðvavélin á þessum tímapunkti. Já, ég var kallaður Djammis á undan, sko, og það var viðnefni sem ég fekk fyrir þetta, sko. Sjálft í lagi að blasta því, það er svo margir sem vita en síðan fór einhver að kalla mig þetta sem þú sagðir, ég ætla ekki að segja það sjálfur. En hver var þá fókusin? Varstu þá bara að lifta eða þú varst ekki að reyna að vera betri markmaður þarna? Nei, ekki neitt, sko. Ég held að þetta hafi, ég tók svona rispur að ég var duglegur í ræktinni, þetta byrjaði í 7. bekk í Vestló sem ég tók einhverja mánuði og ég alltaf svona átt fyrir einhverja auðvelt með að bæta með vöðvum ef ég fer að æfa og tók tímabil nokkur og eitt af þeim var í Vestló og svo kom eftir það sem að ég fór að stunda ræktina svolítið grimt 21 árs og þar með við helst þetta viðnefni bara Vöðvavélin Svo það sé sagt aftur Svo það sé sagt aftur og við neglum það almennilegin Erum við að tala bara backpressa og 22 grama próteini eftir það og bara alvöru svona skýrhausa stemming Já, þetta var bara svona, þetta var eiginlega held ég bara svona gamli skólin af prógrami sem að fekk einkaþjálfurum í gamla daga það sem að þú mæti bara á mánudegi tekur brjóst og bíceps á þriðjudegi tekur axlir og tríceps og á miðvikudegi tekur fætur og svo tekur bak og eitthvað skilur þú ert bara að taka, þú ert að buffa þig almennilega upp sko Og varst alveg orðið, snýrur blaðinu við það? Já, þetta var svona smá wake up call eitt partí þarna sem að við enduðum í heima á Baldur Kristjáns sameiginlegum vin okkar eftir ég held að það hefði verið eftir Vestlunarskóla blaðspartí árið eftir að sem okkur gömlu Vestlunarskóla blaðsnefndin var boðið í eitthvað partí þarna og það var eitthvað tjöfis sukka á okkur í þessu og ég vaknaði daginn eftir það og svona heyrði gamli, nú setur þú því í stand þetta ekki boðlegt lengur og ég talaði þá við gullafinn minn og við ákvaðum að fara saman í ræktina og þetta var svona uppafið að svona kannski smá endur þessu að því að fram að þessu, í millitíðinu var alltaf margt búið að gera sko, ég var búin að gefast upp á fótboltaferlinum, ég var búin að ringi í þjálfara minn í leikni og segja að ég væri hættur í fótbolta og það gerist þarna veturinn 2005 þegar ég er að ég veit ekki hvort þú vilja fara út í það eftir þetta með nælon og eina barða og þegar ég er að skáta tökustæfur tónlistavídeó og misti næstu í puttan. Ég verði að fá það sögur frá þér. Já, en allavega þá var ég búin að segja að ég væri hættur í fótbolta og sukk tímabili tók við en síðan ákveði nú setur þið í stand og við félagarnir byrjuðum í ræktinni og þar byrjar einhver svona þegar ég fer að komast í form þá finn ég að það eitthvað svona smá fiðringur en þá að halda áfram í fótbolta og þeir ringi í mig leiknismennirnir þetta er 2005 einhvern tímann veturinn í janúar og þeir biðja mig að koma að æfingar því það er bara 1 markmaður á æfingum og ég byrja að mæta og finn svona að það er ennþá einhver neisti þarna og ég var svona, það var líka bara einhver svona smá pyrringur í mér að einhvern veginn vera að gefast upp á þessu, skilur því að mér fannst ég alltaf hafa eitthvað til brunns að bera í markinu og mér fannst ég
vera að sóa einhverju svona möguleika á að gera eitthvað af því að mér fannst ég alltaf þegar ég var yngri skilurðu, þú veist hafa eitthvað sem að kannski framöfu þá sem ég var að svona bera mig saman við skilurðu og síðan einhvern veginn þróuðist hlutinni bara mjög illa og ég einhvern veginn hélt og ég var bara búin að gefast upp á þessu en það nagaði mig alltaf, þannig ég ákvað að láta reyna á þetta, svona one last go og gera það þá almennilega, þú veist, byrja að ræfa þetta í leikni en ég fann bara að ég gæti ekkert haldið áfram í leikni að því að þar var fyrir maður sem að ég átti ekkert breyki, hann þetta Valur Gunnarsson og státa sig að því að vera eini maður sem hefur haldið mér á bekknum á mínu ferli, hann var hélt mér á bekknum hann tímabilið undan í val, í leikni og ég átti ekkert séns í hann, þannig ég þurfti að finna mig lið og ég fór bara í bara mokkan og opnaði bara í sömu deildi aftur, skoðaði hvaða lið væri á höfuðborgarsvæðinu og eitthvað sem geti hentað mínum aðstæðum og þar rak ég augun í afturheldingu og hafði upp á þjálfaranum í því liði sem að heitir Dr. Leður, öðru nafni Ólafur Magnússon held ég, hann er Reku Búð og kallar sig Dr. Leður. Er það Dr. Leður? Já, geggjað maður. Framkvæmdastjóri Fylkis eða var það allavega? Bara Dr. Leður? Já, Dr. Leður og hann gaf mér séns að mæta einhver, ég hringdi bara í hann, sagði hann hver ég væri og hvað svona hefði drifað á daga mína og ég væri efnilegu markmaður eða hefði alltaf verið og hefði trúið að ég hefði eitthvað í þetta og mér langaði að, þú veist, prófa og hann gaf mér séns á að mæta þarna og ég mætti og stóð mér fínt og hann ákvaða að veðja á mig og ég spilaði tímabilið 2005 í annarri deildinni á Íslandi með afturheldingu og þarna, þú veist, ákvaði ég bara, heyrðu, nú bara gefur allt í þetta og þú veist, reynir að koma þér í úrvalsdeildina sem fyrst og ég ákvaða svona, þú veist, setjandi með hausinn og bara vinnu hanskana á og bara fara að gera þetta eins og maður og það gekk bara fram á vonum, þú veist, mér gekk mjög vel þetta tímabil og þá kom að ég að taka ákvörðun hvað ég myndi gera eftir það og þá vildu þeir halda mér hann í afturheldingu en ég svona vildi reyna að komast nær úrvalsdeildinni þannig ég hringdi bara nákvæmlega sami prósess, hringdi í þjálfara Stjörnunar sem var í fyrstu deild sem heitir Jörundur Áki Sveinsson og reyndi að selja honum bara konceptið að ég væri þú veist, maður fyrir hann og fekk að koma æfingar og bara sama dæmi, sýndi mig þar og þú veist, gekk svona allt í lagi og hann svona sænaði mig svona með seimingi og síðan var bara 50-50 samkeppni það tímabil og ég endaði á að taka stöðuna og spilaði það season, gekk mér vel líka og var sænaður eftir það af frömmurum. Þá var ég komin upp í úrvalsdeild og þarna ég 23 ára. Þannig að þú veist, þetta gekk mjög hratt og ég var svona heppin með skrefin skilur þetta einhvern veginn, bara hvernig mér tókst að komast úr því að vera bara feitabóla, þú veist, 2004 eitthvað að leiðin í vörglas, í GM80 yfir í að vera 3 ára setna komin í úrvalsdeildina á Íslandi. Sko, heppin með skrifin, en þú er samt að nefna það í tvígang, mjög mikilvæg punkt sem ég sá að þú hringir í þessa gæja. Þú heyrir í þeim. Já, og það nú reynda svolítið svona samnefnari í gegnum alla minn feril, sko, að ég hef þurft að hafa mikið fyrir því að sannfæra fólk að ég sé að ég geti eitthvað, sko, því að þetta svo óhefbundið, skilurðu, þú veist, hvort sem að það var að komast í afturheldingu eða Stjörnuna eða Framar reyndar sóttu mig, þeir leist vel á mig en síðan þegar ég fór í KR þá höfðu KR einhvern veginn áhuga á mér einhver tíma undan og svo þegar ég var laus frá Fram þá var ég búin að vera svona eiga lala tímabil með Fram og KR einhvern veginn svona aðeins að missa áhugan og þeir voru svona spáið mér og einum öðrum og ég var kallaður að fund og þetta var bara 50-50. Ég veit það fyrir víst, ég ringdi í félagið minn og spurði hvað betri, Hannes eða þessi hann þeir voru bara alveg, þú veist, svona og ég fór á fund bara með Rúnari og Gummar Heiðars og þeim og ég bara seldi þeim konceptið að ég væri, þú veist, bara maðurinn í þetta og þú veist, ég væri kannski rár og hefði einhverja, þú veist, ekki alveg grunninn en svona ég hefði eitthvað annað og svona passion og eitthvað svona og þeir ákvaða veðja mig sem betur fyrir að því það bara eitt mesta svona það var breykið mitt að komast í KR og það var reynda líka bara þannig að miða við stöðuna og aðdragandan þá var ég bara meir en sáttur með fótboltaferilinu bara við það að hafa sæna KR. Ég byrjaði by the way að æfa fótbolta með KR þegar ég var 6 ára og var KR-ingur upp eftir öll svona í öllum minn svona gegnum krakka eða svona úlingsárin með henni batn og svona og þannig að mér fannst þetta rosa flott að vera komin eftir í KR og búin að loka hringnum og þú veist KR
náttúrulega svona þetta stórveldi sem það þannig að ég var rosa stoltur af því og fannst þetta bara, ok, nú ég búin að sanna mig, ég komi mér úr þessu rugli var markmaður KR og ég þarf ekkert að gera neitt meira, nú ég bara sáttur og get bara hætt sáttur, en svo bara sprakk þetta út þar sko, ég átti bara drauma tímabil 2011 í KR þar sem að við erum Íslands og bikarmeistarar og ég komst í landsliðið og var leikmaður ársins og bara einhvern veginn algjört svona það sem bara allt gekk upp og ég bara skildi ekki hvað var að gerast sko og átti 3 frábær ár í KR og það gerði það verkum að ég náði að festa mig í sessi í landsliðinu og náði með herkjum að einmitt tala mig út í atvinnumennsku því að síðan kemst ég 29 ára alveg að vera 30. Ég held að ef ég hefur orðið 30 það hefði aldrei komist út því þá bara svona, það svona ákveðin tímamót sko, það hefði enginn satsað á 30 gæja frá Íslandi sem að hefur aldrei spilað, utan Íslands þannig að munaði það að vera 29 ára og ég, hringdi, ég fór á einhver træjul þarna og það var bara sama sagan, við vorum að fara að spila á móti Króatíu í umspilinu fyrir HM 2014 og ég var að fara að spila leikinn á fyrir EM, eða ekki? Nei, þetta var HM þetta var keppni sem við klikkuðum á Skilið. Ég var búin að spila þarna þessi 2 ár með landsliðinu og deildakeppni kláraðist á Íslandi þannig ég þurfti að halda mér í formi í mánuð og þá einu sinni ringdi ég í umboðsmenn hérna á Íslandi og bara baða þeim að koma mér hjá einhverju liðum úti með því svona yfirskinni að ég þurfti að halda mér í formi fyrir landslið en helst finniði lið sem að gæti þurft markmann þannig að ég gæti svona stimpla minn og það fundust þarna 2 lið, ég æfði með Sandnes Úlf og Kalmar og þau voru bæði svona alveg alveg 50-50 með að taka mig og eitthvað og mér tókst að samfæra þarna ég tók alla fundnir í Sandnes á báðum þessum stöðum og reyndi að selja þeim konceptið og Sandnes þeir gripa á agnið og það gekk mjög vel þar og þar með byrjaði svona hófst þessi atvinnumannaferill en hann hófst ekkert fyrir en ég var hann 29,5 sem bara meikar ekkert sens með að við venjulega þróun á fótboltaferli því að menn eru vanlega komnir út þegar eru 18, 20, 21 og ég held ég var lungu búin að missa lestinni þegar 25-6 skiluru svo kemst ég út 29 ára og enda á að vera atvinnumæður í 6 ár þannig að þetta svona einhvern veginn hafði mjög óvenjulegan aðdraganda. Einmitt, en sko, ok, fórum svolítið hratt yfir svolítið krúsjál tímapunkt þarna, en þú ert komin upp í úrvalsdeildina á Íslandi og bara fyrir fólk sem þekkir ekki fótbolta, ég meina bara, þú ert í sigursælasta liðinu, í meistaraflokki þar, bara eins hátt komin á Íslandi og hægt eða ekki? Jú. Pabbiðinn var víst átt eitthvað samtal við þig þar sem að þið farið svolítið yfir svona ákveðna markmiðasetningu og ég kannski fæði þig frekar til þess að tala með en hann svona virðist hafa hvatið til þess að hugsa aðeins starra á þessum tímapunkti. Já, það er rétt. Þú ert búin að vinna heimavinna heyri ég, en þetta var eitthvað samtali á sem ég átti við pappa þarna þegar ég ætlaði að fara af stað 2005, bara hvort ég hafi verið búin að spila aðeins með afturheldingu og svona fann að ég hafði eitthvað í þetta og hann var bara, þú átt bara að setja stefnun á að, ég man ekki hvað hann sagði, bara Juventus eða eitthvað spila við Buffon eða AC Milan eða eitthvað svona bull og ég var eitthvað, hætti þessu rugli þetta er náttúrulega bara óraunhæft og bara meikar ekkert sens og ég ætla nú bara að reyna að komast í íslensku úrvalsdeildina og við skulum bara halda okkur í jörðinni hérna og hann eitthvað, já, ég meina, en þú bara settu bara háleit markmið og sjáðu hvert það tekur þig og kemst ekki á það, ok, en reyndu allavega og maður veit aldrei og eitthvað svona og hann nú helviti duglegur að minna mig á það sko að þó að ég hef ekki spilað, ég man ekki alveg hvaða lið hann sagði, þetta var eitthvað svona alveg fáránlegt lið en ég samt búin að spila við sko alla þessa gaura, skilurðu, Loris og Neuer og Peter Cech, ég er með þessa treyjur sko, ég safna engum fótboltatreyjum en ég er með svona þessa legend markmenn sem ég hef spilað við ég með og er að láta rammin núna og það eru, Courtois, Loris, Joe Hart Peter Cech, Neuer og eitthvað svona, reyndar ekki Buffon sem var alltaf markmiðið að taka í spaðana og spila við. Ég heldur svektur að hafa ekki dreigist á mótunum með einhvern veginn að hafa ekki atvikast sko, að því að það var hann sem pappi talaði alltaf sko, spila við Buffon en það allavega, þó ég hafi ekki nákvæmlega komist þangað þá eins og ég segi, ég er duglegur að minna mig á það að þetta allavega skilaði því að ég spilaði á stærsta sviðinu og komst náttúrulega bara
svona milljón sinnum lengra heldur en ég nokkuð tíman hefði ímyndað mér sko og bara, þú veist, algjörlega surrealist hvernig þetta þróaðist þannig að þú veist, þetta segir manni að það bara alveg hægt að láta sér dreyma allan fjandann sko. En þarna, út af ef ég hinkra hans ennþá á þessu KR tímabili á einhverjum tímapunkti, ég veit ekki alveg ég meina, hvenær ferði yfir í KR? 2011, þá var ég 27 ára. Einmitt, ég veit ekki hvort það var Fram eða KR þar sem að ég einmitt að vinna með Baldri og þið að deila þessari skrifstofu og skólaurustík og ég náttúrulega með engan áhuga á fótbolta en þú ert bara kynntur sem Hannes leikstjóri fyrir mér og þarna ert þú ert búin að núna rekja fótboltasöguna þina þú ert líka bara full time þannig sé leikstjóri líka og ég menna það bransi sem krefst þess að harka. Já, algjörlega sko og 2011 þegar allt að springa út hjá mér í KR þá það eiginlega svona, það var svolítið árið mitt sko því að þá sprakk allt út hjá mér í kvikmyndagerðinni líka. Þú veist, ég gerði það mjög vel hefnaða seríu fyrir Stöð 2 og gerði það nokkra auglýsingar sem að hittu vel í mark og svona vakti mikla athygli á mér svona kannski í kvikmyndabransanum sko þannig að ég átti svona nokkur vel hefnuð eða svona átti gott rönn þar sko en ég var alveg búin að vinna í kvikmyndabransanum síðan 2005 þegar ég hætti í Vestlóa því að sko á sama tíma og ég var dyramotta í sagafilmi eins og þú orðaðir að þá stofnaði ég mitt eigið framleiðslufyrirtæki í svona kantinum og fór að gera tónlistamyndbönd fyrir Nylon og fyrir Eina Bárða eiginlega þar sem að ég mitt félagi minn og ég svona hoppaði um borð höfum samband við Einar og samfæranmann að við gætum gert fyrir hann ódýr en flott músikvídeó og hann var svo ánægður með fyrsta að við gerðum bara fleiri og svo fór að spyrjast út að ég geti gert ódýra hluti vel þannig ég fór að gera auglýsingar og þetta var bara bolti sem fór að rúlla og stoppa aldrei þannig að ég er búin að vera í þessu síðan og bara ennþá með þetta sama fyrirtæki og bara síðan 2005 og þannig að ég var búin að vinna í þessum bransa í 6 ár þegar við kynntumst þarna og þegar ég kynntu fyrir þið sem leikstjóri og er náttúrulega bara á fullu í því þetta var bara full time job alveg og hélt áfram og í rauninni þetta var þannig ég ákvaða sko, þú veist, gefa bara báðu séns, þetta var náttúrulega, ég var í tveimur drauma vinnum þannig að þetta var náttúrulega kannski ekki beint vinna þarna þessum tíma að fótboltinn, en fekk eitthvað að borga fyrir það en kvikmyndagerðin var aðalvinna mín og en svona 2 drauma jobb þannig laga, fótboltamaður og kvikmyndagerð skilurðu, og ég ákvað bara að gefa, þú veist, allt sem ég átti í bæði og sjá hvort myndi enda ofan á og einhvern veginn hætti hvorugt að skilur, þetta bara gekk vel á báðum stöðum og ég var bara svona það var bara ekki tækifæri til að hætti í neinu, ég var komin í KR sem var stærsta lið landsins þarna og eða þú veist, við bara gekk mjög vel og vorum Íslandsmeistarar og komin í landslið, þannig að og á sama tíma gekk vel í kvikmyndabransanum og ég var fenginn inn í sagafilm sem að ég ætla bara mjög stórt á rótgróði framleiðslufyrirtæki var leikstjóri þar, það gekk mjög vel þar og við varum farin að gera auglýsingar þar fyrir stærstu fyrirtæki landsins og svona bara mikil pressa og ábyrgð á mér þar og ef ég hefði verið í aðeins minna liði en KR, ef ég enda verið fram til dæmis þá hugsa ég að mínu yfirmenn í sagafilm hefði svona farið að pressa á mig alltaf meira heyrðu, þessi ekki komið fínt að þessum bolta hérna því að ég þurfti alltaf að standa upp og fara á æfingu klukkan 4 sama hvað er í gangi og þetta er ógeðslegt púsluspil að vinna í þessum bransa í kringum einhverja fótboltaæfingar og fótboltaleiki og þú veist, þú eru að fara að leggja sig að þú ert að fara að spila leik kvöldið og veist, þetta er algjört vesen sko en þú veist, bæði einhvern veginn héldu áfram að rísa þangað til bara 2013 þegar ég fer út í atvinnumennsku en þá var ég líka bara að brenna yfir sko, þá var ég bara gati ekki meir og ég fann það bara að það var eitthvað undan að láta þá var ég að gera fyrstu auglýsingarna mína fyrir erlenda markað og á sama tíma vorum við að spila einhverja risa leiki fyrir landslið og vorum við eignast okkar fyrsta barn, flytti inn í íbúðin okkar í Stóragerði sem vorum að kaupa þarna á þessum tíma og það einhvern veginn það var allir ósatti við mig allstar, þú veist, ég þurfti að hringja 3 daga í röð í Rúna Kristins og segja hann ég kæmist ekki æfingu, þú veist, hann var alveg að fara að reka mig úr liðinu held ég sko og hann var svo þreyttur á mér og ég var bara milli steins og sleggju bara með einhverja norska kuna, þú veist, á öðru megin og bara gat ekki mætt á æfingu, en þú veist, það er ekkert í boði að mæta ekki á æfingu þú veist í KR, þetta er ekkert grín sko en ég bara einhvern veginn var einhvern tímann alveg gjössalega milli steins og sleggju þurfti að hringja í Rúna bara kortir í 5 og bara heyrðu þú veist, 3 dagurinn í röð sko bara, sorry, ég bara get ekki mætt bara verður að fyrirgefa mér þetta en þú veist, ég myndi ekki vera að hringja svona í þig nema að það væri ástæði fyrir því og bara hann náttúrulega lét mig heyra það og sagði bara þetta gengi ekki og eitthvað svona og frúin brjáluði líka og ég átti að vera, við vorum að gera upp íbúð og einhvern tímann þá voru sko allir sem ég þekkti heima hjá mér að gera
upp íbúðina nema ég var eitthvað starf að skáta með einhverja norðmenn út á landi og þetta var bara svona allir orðnir pirraðar af mér og ég var orðinn vel þreyttur á sig, þannig að þegar ég komst út þarna eftir þetta tímabil þá var ég mér fegin að geta bara lagt kvikmyndagerðina aðeins á hilluna og einbeitt mig bara að fótbolta og bara, en það fannst mér það sko, mér fannst það bara eins og komist í frí á þeim tíma að mæta eina fótboltaæfingu á dag og þessum bara venjulega atvinnumennska skilur bara komin heim til einhvern 12-1 á daginn og hefur ekkert annað að gera, það var bara djók, fannst mér sko, en það bara full vinna sko, svo venst maður því og verður latur og fer að vorkenna sjálfu sér ef það eru 2 æfingar og maður er komin heim 3 sko. En þarna fannst mér þetta alveg æðislegt sko. En út af nú eru kannski ekki margir, þetta er svo sjálfsagt fyrir þér, en ég meina, þú skýtur atvinnumenninu okkar, bara ein vinsælasta sjónvarpssería sem gerði hefur verið á Íslandi, allavega eina af þeim, og það er svolítið fyndið að hugsa til þess að þú ert þarna að taka upp eitt þátt með Eiði Smára, það sem úrst að fylgja eftir honum og hans glæsta fótboltaferli, og það sem var náttúrulega í vændum var að þið voru bara herbergisfélagar á stærsta móti sem Ísland hefur farið á í fótbolta. Það er rétt, þetta þróaðist allt saman lígilega sko, þetta er hérna 2008, þá gerum við fyrstu seríun af atvinnumönnum okkar, ég og Gunnar Jarl, dómari, ég að leikstýra þáttunum og hann svona átti pælinguna og gerði þetta með mér og var framleiðana í rauninni og við fórum hérna á heimsækjum 6 svona stærstu íþróttamennina á þessum tíma og gerðum mjög svona skemmtilega seríu að mínum mati og velhefnaða. Og Eiður var náttúrulega þarna einn af þeim og þarna var ég svona farin að finna lyktina af því að ég ætti hugsanlega sénsa að komast einhvern tímann í landslýshóp, skilur við, það var ég á búin að eiga eitt gott tímabili á 24 ára, það var svona aðeins farið að nefna við mig að þetta geti svona látið mig dreymum að einhvern tímann vera partur af íslenska landsliðinu og það var ég manal eftir að því við erum alltaf að tala um þessi markmið sko, þá var maður alltaf að reyna að setja sér einhver markmið og eitt af því sem ég hugsaði þarna var bara ég ætla einhvern tímann að komast í landsliðið og ná að spila með Eiði Smára þannig að það sé maður getur tikkað við það því að hann er náttúrulega bara stærstur í okkar sögu og það væri þá eitthvað sem maður getur sagt skilur monta sig af að því að ég náttúrulega ekki vonaði að ferillin myndi þróast eins og hann þróaðist sko, þannig að það hefði verið bara eitthvað sem það hefði verið svona mitt mont í framtíðinni sko. Hvað heldur með Eið? Ég leik með Eiði sko. Hvað heldur með að hann á þessum tímapunkti hort á þig, gæinn á kamerunni þarna eða gæinn sem var að leikstýra þættinum? Ég var bara einhver jólasveit fyrir honum, hann pældi ekkert í mér sko, Öddi vinur hans var náttúrulega bara með að gera einhver þátt og svo voru við bara 4 einhverjir tæknilúðar fyrir aftan kameruna sem Eiður vissi ekki hvað hétu sko, en nei, hann var mjög viðkonulegur og bauð okkur út að borða og var mjög skemmtilegur í þessari ferð sko og þetta var náttúrulega ótrúlega upplifun sko að gera þess að þetta er bara skemmtilegasta verkefni sem ég hef gert, þetta kom allt saman áhugamáli mitt, bara íþróttir og þetta á kvikmyndagerð og að fara á svo staði og bara í einsta ring, bara elta stjörnum þar í liðunum, það er alla dyr opnaðar alltaf, við vorum að reyna að pródúsera þessa ferð fyrirfram ringi ykkur símtöl og fá leyfi til þess að megum taka inn í klefunum, megum taka viðtalið þennan, megum taka eitthvað svona það var allt vesen, skilur en svo bara ef labbara eftir hemma hreyða þess í gegnum eitthvað svæðið eða Eiði Smára eitthvað, þá er bara neyja sér allir og bara gera svo vel þangað og hann eitthvað kippir, viðtal, kippir í David James eða eitthvað, whatever, bara ef með gaurana með þér, þá opnast allt og mátt gera það svo vilt og ég var náttúrulega bara eins og krakki í leikfangabúð að vera inn á öllum þessum svæðum, sjá alla, koma inn í þess að klefa kringum þessar fótboltastjörnur og bara lappandi fram hjá okkur og maður var bara alveg kikknandi hnjáli og bara Messi og Samuel Eto'o og þessi gaurar einhvern veginn bara í sama rými skilur, maður bara svitnaði bara sko. Og það er annað svona atvik sem átti sér stað er að þú og títtnefndu Baldur farið saman og gerið Coca-Cola auglýsingu, ekki þá stóru fyrir HM, heldur þar sem að þið að mynda U21 landslið og þá er þið mynd líka að fara út og mynda, það var að gera svona behind the scenes, baku tjöldin myndband af ykkur að taka upp auglýsinguna og þar sést þú vera að spreyja svita á ungan Aron Einar Gunnarsson með Kolbeinn sem að endaði líka að vera herbyggisfélagi minn í mörg ár. Annað svona moment þar sem að þið eru síðan liðsfélagar og farið í þessa sigurgöngu, ég meina hver er staðan þarna? Þarna er ég, þetta er 2011, þetta er þetta ár þarna sem ég var að tala um og að gekk allt upp og þetta er eina auglýsingunum sem ég var að tala um, sem ég var að meina, sem að var svona mjög vel heppnuð og vakti smá athygli og þetta var áður en þeir fóru þarna á 21 árs
mótið og voru spring út sem svona þess að vona stjörnur. Þetta þessi árgangur sem að gera það verkum að við að náðum öllum þessum frábæra árangri, þessir gaurar allir, Aron, Gylfi, Kolli, Alfreð og þeir, Birki Bjarna og svona. Og ég fór þarna bara sem leikstjóri, þú veist, þeir könnuðust alveg við mig held ég sem fótboltamann skilur, en ég var náttúrulega bara spilandi heima í Pepsi-deildinni og þeir taka hann náttúrulega ekki sérstaklega alvarlega, sko, þannig að ég held að ég var ekki komin í landsliðið þarna. Og þú veist, bara mæti þarna sem kvikmyndagerðarmaður og þú veist, þeir eru bara kurteisir og spjalla við mig sem slíkan, sko, en ekkert meira það ef alla vita að ég sé í fótbolta held ég, sko. Það svolítið klikkað að hugsa til það. Já, þetta náttúrulega allt bara, þetta allt búið að vera eins og í einhverju astnalegri bíómynd, sko. Ég hef stundum sagt að þú veist, ef maður ætlaði að skrifa einhverja, þú veist, Hollywood íþróttamynd, þú veist, þá ef ég hefði skrifað þetta sem gerðist fyrir mig, þú veist, það hefði ekki make any sense, sko. Þetta, þú veist, að fara úr þessum stað sem ég var á í gegnum þessa þróun og enda síðan á að verja víti fyrir besta fótboltamann í heimi, það bara eins og einhver astnaleg, það bara eins og astnalegur illa skrifaðar endir á einhverju astnalegri bíómynd, sko. Þannig að þetta var eiginlega, þetta alveg lígilegt hvernig þetta hefur þróast. En áður nú ferðu út í atvinnumennskuna og ert að jögla þessum boltum, leikstjóraferlinum og fótboltaferlinum. Ég meina, það var mikil pressa á þér og ég meina það er líka bara eitt, þú veist, fótboltin áörugla, bara ef það leikur á eftir eða leikur á morgun, það áörugla hugðinn allan, það er kannski svolítið erfitt að fókusa eitthvað svoleiðis. Þú varst með eitthvað rútínu, það ekki? Þú varst svolítið í því að fara í göngutúra fyrir leiki eða settur upp eitthvað konar svona rútínu til þess að halda þér vefnið. Já, hvað ertu búin að lesa? Þú ert búin að fara helviti djúpt aftur í tíman, heyri. Þetta er eitthvað síðan 2008-2009 sem að ég mitt auðvitað hló mjög mikið að, sko. Og þetta er eitthvað sem ég parkeraði fyrir löngu síðan, sko. Okay. En þetta var þegar ég var í Fram og tók því mjög hátilega að vera komin í úrvalsdeildina og vildi ekki, sko, gefa neitt afslátt af, þú veist, því að vera eins vel undirbúinu í mögulega gat. Þannig að ég var komið með eitthvað svona, þú veist, ég var alltaf peppaður, alltaf sækáður og þetta var bara svona erfitt að þú veist, fara í gegnum leikdaga því ég þurfti að gera svo mikið að drastli og svona, þú veist, þetta var orðið svona íþingjandi. En það var allavega einhver göngutúr og þegar ég var í Fram þá sem sagt fór ég í kalda sturtu og ég labbaði einhvern spotta þarna upp og niður og svo hljópi ég eitthvað og var, þú veist, sæka mig upp og koma mér, þú veist, svona gera mig reddi, sko, kveikja vöðunum og eitthvað svona áðurinn mætti og svona þvílíkt að koma mér í gýrin og við varum með einhverja svona svaka rútínu og síðan sagði ég auðvitað frá þessu við vorum að fara að gera þess að atvinnumennur okkar seríu og hann sagði Eyði frá þessu eitthvað, þú veist að hann er í fótbolta og hann var að fara að spila þetta derbi við Fram Þróttur í síðustu viku og þegar við vorum að hann var að segja honum þetta, þá satt Eyður eitthvað silkislagur við eitthvað borð og var að fara að spila við Real Madrid í El Clasico. Shit. Og við keyrðum síðan með Eyði í bílnum í jeppanum og á leikinn sem var eitt af stóru atriðunum í þeim þætti og Utti fekk þetta heila, hann var alltaf að bögga mig á og svo tók líka hann að leiðin eitthvað, ég man ekki alveg hvernig orðað Eyður, hvernig líður, er þetta eitthvað svipað eins og þegar Hannes, er þetta eins og þegar þú varst að fara að spila við Þrótt í síðustu viku eða og eitthvað svona, hann sagði þetta örugglega eitthvað fyndnari þetta samt en þú veist þú nærði punktunum hann niðurlæði og fekk þetta, það var alltaf þessi göngutúra, þessi kaldasturta og þessi rútína varði eitthvað svona grín, sko, eðlilega því að þetta var ekkert, síðan parkeraði ég þessu nú, þú veist, nokkrum ára seinna aðeins þroskaðri og aðeins chillaðri og ég fór og svona, þú veist, þú getur ekkert verið að fara í leik eftir leik í mörg ár og verið eitthvað neginn alveg með allt niður þig stress út af einhverju rútínu, þannig ég fór nú bara að gera ekki neitt fyrir leiki nema bara ég reyna að leggja mig, mér finnst gott að svona ná að rístarta heilanum fyrir leiki þannig að maður sé ferskur í hausnum. Og þú heldur ennþá í dag? Já, ég hef nú fengið, þó ég eru 3 börn og sé alltaf mikið að gera, þá hef ég fengið að kúpla mig út alltaf á leikdöfum, ég sef út daginn fyrir leik og þú veist, kona mín hún er svo elskuleg við mig að ég annarkvort fer eitthvað annað eða bara, þú veist, þegar hún tekur krakka ég fæ bara basically að slökkva vekjaraklukkunni og síðan ef ég næ því þá reyni ég alltaf að ná smá svona lögn áður en ég mæti í leikinn.
Gekja. En þegar þú ferð þarna út í atvinnumennskuna, tekur skrefið, stóra skrefið, hvernig er það bara svona, þú veist, ég meina fjárhagslega fyrir þig? Ertu þarna bara komin serðu fram á þarna bara að vera orðin sett eða ert þú bara með konu og barn að reyna að halda ykkur uppi með því að spila fótbolta? Engan veginn sett, þetta bara, ég fer bara út hann í Sandnes Ulf sem bara lítið lið í Noregi og þú veist, ég var í rauninni alltaf, ég ger aldrei góða samninga framan af, þú veist, ég var alltaf að vinna með einhvern veginn upp, skilur, þegar ég fór í KR, þá voru þeir með sko leverage á mig, að þegar mér langaði svo í KR, þannig að ég gerði alveg að skýta samning þar og var á honum bara alveg þannig til ég fór út, þú veist, bara skilur spilandi í minn landsliðinu og eitthvað svona, en bara einhvern veginn gerði 4 ára samning við KR að ég var svo gráður í að komast þangað og bara samþykti náttúrulega hvað sem og þannig var þetta bara þegar ég var alltaf að vinna mig upp, svo fór ég í Sandnes Ulf og það var bara lítið lið og þú veist, bara nóg til þess að halda fjölskyldunni gangandi sko, á floti og eins þegar ég fór í Nijmegen í Hollandi, það var frábært skref að komast í hollensku úrvalsdeildina en launin í þeirri deild eru þú veist, ekkert merkileg nema að setja í stóru liðanum, þannig að það var bara sama upp á teiningnum sko, bara eitthvað svona sem hélt okkur gangandi, þannig að það var helviti mikið undir fyrir mig bara þú veist, eins og komast á Evrópumótið og þú veist, þegar ég þurfti ég náttúrulega lendi í því að nú er kannski farin að hoppa úr einu í annað sko, en eftir að við búin að tryggja okkur á EM þá fór ég úr axlalið og þurfti að vinna mig tilbaka og komast á Evrópumótið og það var allt undir þar, bæði bara það að komast á EM og þú veist, fyrst að þú ert að spyrja út í eitthvað fjárhagslegt og eitthvað svona, það var það partur af þessu og þú veist, og það fór ekkert að tikka neitt fyrir bara svona þegar leið á atvinnumara ferilinn að svona einhvern veginn að það skildi aðeins fara að gefa. En þú ert þá væntanlega þarna, svo veist, ég meina, þú ert þarna út í Noregi og hérna, ert að hugsa að, þú ert með svona leikstjóraferilinn bak við eyrað, alveg gott að vita af honum, en hver var leiðin að því að vinna við þetta? Er það bara að halda áfram eða vinna sig upp deildir eða var það í gegnum landsliðið? Hvað meinar, hver á leiðin að vinna við þetta? Bara hvernig gastu gert fótbolta að bara einhverju, út af þú getur ekki unnið sem fótboltamaður 50? Nei, ég var ekkert að hugsa eitthvað lengra sko. Ég var bara ánæður með að, þú veist, ég var bara búin að einhvern veginn, ég var bara tikkandi, þú veist, með bara fjölskyldu og bara ekkert endilega að hugsa eitthvað langt fram í tíman, bara, þú veist, var í vinnu sem mér var skemmtileg og gaf mér mikið, fannst bara algjör forréttindi að fá að vinna sem fótboltamaður. Að mæta eina einhver dag og eitthvað, þannig að það var ekkert eitthvað sem að, þú veist, ég var að spá í eða þú ert að pæla í einhverjum svona, eða þetta er að spá í það en ég var ekkert með einhver raunhæf markmiðum að komast að einhverja stærri deildir eða eitthvað starf þar sem maður gætt safnaði einhverjum liðasjóðum eða þú ert að pæla í því? Nei, eina sem ég er að hugsa með þessu er að þú yfirgefur í rauninu svolítið örugari vinnu til lengri tíma sem er þessi leikstjóraferill með því að fara út í atvinnumennskuna og ég er svona enga veginn að krefja þeim neina tölur eða neitt svoleiðis en þú ert alveg að taka risk þarna talandum á sért með, veistu, barn á leiðinni og allt þetta og ég meina á 3 börn dag og allt það að þetta er alveg stór ákvörðun að fara bara út í íþróttaferil. Já, sérstaklega því að þú veist, ég var ekki að fara, ég er náttúrulega orðin eldgamall, ég er orðin 20 og í rauninni 30 ára þegar ég fer síðan og tímabili byrja, ég er orðin 30 og er bara að byrja á botninum í atvinnu, ég er bara í litlu liði í Noregi sem er bara, þú veist, í rauninni lægsta svona level af atvinnumennsku, þannig að það var ekkert sem sagði að þetta ætti eitthvað eftir að springa út og verða að einhverju, en það var ég í rauninni bara að fara til að prófa þetta og ég reiknaði ekkert með því að ég væri að fara eitthvað lengra, ég bara bjóst við ég myndi taka þessu 2 ár með Sandnes Ulf og bara svona, í rauninni var þetta bara svona lífsreynsla sko, bara fara þarna og upplifa það að búa yfir landi og vinna sem atvinnumæður í fótbolta, tekki það box að því að, þú veist, ég sagði þarna áðan að eftir ég fór í KR þá fannst mér bara að vera að koma með þetta, þú veist, ég var bara ánæður með, þú veist, ferilinn og hefði getað pakkað saman sáttir, þannig að allt sem gerist eftir það var bara bónus og það að, þú veist, en mér langaði náttúrulega að tikka í, þú veist, alls konar svona, þú veist, þú ferð að finna lyktina á alls konar hlutum þegar að hlutinni ganga betur og þó að það hefði verið langsótt nokkrum árum áður að fara í atvinnumennsku, þá var það ekki eins langsótt þegar ég var komin í landsliði, þannig að mér langaði að tikka við það box og það að fara í Sandnes Ulf, það var bara, þú veist, það var bara það, skilur, að komast þarna út og prófa að upplifa þetta og, þú veist, ég vissi ekkert hvert það myndi leiða mig, sko. Þarna er EM í aðsí og axlameðslin taka sér upp aftur, þú dettur úr axlalið.
Já, það gerist sem sagt eftir að ég farin til Holland, ég spilaði 1,5 ár í Noregi en það riðillinn sem við erum að spila þarna til þess að komast á EM og í næst síðasta leik æfingur eftir næst síðasta leik við spilum við Letta þarna heima 2-2 og svo erum við að taka æfingu daginn eftir leik og þá lendi ég illa á hægri öxlinni hinni og fer aftur úr axlalið Á annari öxl sem sagt heldur en snjóbretta öxlinni fræg Þetta var alltaf vinstri, hún skorin hérna því ég fór í aðgerð 19 ára sko. Það var það sem að í rauninni stoppaði svona þann leka sko, á þessari öxl en það hérna alveg eftir þá aðgerð en svo fór ég á þessari hér þá mér hent beint í aðgerð og ekkert verið að tvínuna það en það bara svona 3 punktar hérna, það 9 skólin af axlaraðgerðum, þetta var alveg flett upp hérna fyrir 15 ára síðan eða hvernig sem það var En þetta alveg alvarleg tímasetning út af því að þú ert að reyna að vera með í hópnum sem fer út á Evrópumeistarmótið Þetta var mjög bara krítískt og eiginlega langsótt að ég myndi ná EM þegar þetta gerist af því að það 8 mánuðir í EM þegar þetta gerist og mér sagt að það taki 4 til 6 mánuði í besta falli að koma tilbaka eftir svona aðgerð það að segja 4 til 6 mánuði þá getur mætt á þínu fyrstu fótboltaæfingu skilur Já, ekki þínu besta standi Nei, og þú veist búin að vera það frá í hálft ár og það 8 mánuðir í mót en ég í liði í Hollandi sem að klára sína deild eftir akkurat hvort það voru 5-6 mánuðir eitthvað þannig að ég sá bara fram á það ok, ég næ kannski að koma tilbaka en þá ég ekki í neinu liði og ekki með neina leiki og þú veist, það var eiginlega bara ekkert í kortunum að ég myndi ná þessu skilu, ég var kannski að fara að ná að spila síðustu 2 leikina eða eitthvað með liðinu mínu ef allt hefði gengið upp og ef ég kemist í liðið og eitthvað svona fyrir utan það að öxlin á mig var alveg í rúst og þeir sögðu mér að læknarnir að það væri alls ekkert víst að hún myndi ná að gróa rétt, það svona þegar gera við svona öxl þá það svona eitthvað ringur einhver svona gúmmíringur sem heldur öxlin í liðnum sem að rifnar þegar að þetta gerist en hann svona losnar yfirleitt frá en hjá mér þá bara laka hann einhvern veginn niður og vappar einhvern stær í hendinni og þeir funda hann ekki sko og svo leituðu þeir eitthvað og ég sá vídeo á þessu þegar þeir blokkanir fundan og svo tjöstluður þessu einhvern veginn saman og þeir sögðu bara að það hefði litið illa út og bara voru ekki sérstaklega bjartsýnir og ég spurði þá hvernig veit ég þá hvort ég lægir þetta tangur að myndir af þessu eða veist, ég náttúrulega að fara í 5-6 mánuða enduræfingu hérna, og það var gott að vita eitthvað þau sögðu bara nei, það bara ekki hægt þú verður bara að láta reyna á þetta vonaða besta og svo þegar þú ferða þína svo ferðu bara að æfa og þá kemur bara ljós á fyrstu vikunni hvort þetta haldi eða ekki hvort þetta hafi gróið rétt af því að þú poppa bara lið ef þetta greiðir ekki rétt Þannig að þetta voru 8 mánuðir hana af mjög svona óþægilega óvissu þar sem að ég var náttúrulega með EM sem að auðvitað bara það langstærsta sem að ég hafði upplifað á þessum tíma eða var að vonast til þess að upplifa búin að komast þar inn, þú veist, þannig að það var ekki eins og þetta væri eitthvað þú veist, ef og hefði þetta bara þarna og það sem ég þurfti bara að gera var að koma mér í stand aftur og vona að þetta myndi svo halda og koma mér í eitthvað lið að finna mér einhverja leiki eða eitthvað skilur til þess að reyna að komast aftur í að spila og það var bara, þú veist, þeir voru ekki bjartsýnir læknarnir og þú veist, Gummi Hreiðars markmannsþjálfari var ekki bjartsýn heldur og eitthvað svona en það var bara allt gert Gummi græjaði fyrir mig svona game ready tæki sem að ég fekk sent heim til mínu til Hollands og var bara í því þú veist, bara endalaust sko og gerði var bara frekar duglegur þó að segja sjálfur frá þú veist. Þetta game ready mjög þekkt hjá íþróttamenn menn þetta svona þrýstingur og kæling á sama tíma eða ekki? Jú, þetta þú bara klæðir í svona einhverja hulsu og svo tækið og setur klaki í það og tækið heldur kulda á svæðinu bara í 20 mínútur og þrýsting skilur þannig að þú kælir þetta rosa vel niður og þetta mjög svona gott þú veist, staðbundið á staðinu þar sem að þú ert eitthvað tæpur þannig að ég fór hérna alveg á bólakafi í það að reyna að koma mér aftur á stað og svo þurfti ég bara að vona besta varðandi spiltíma og eitthvað svona en síðan í millitíðin fengið nýr markmaður í liði í Hollandi á láni sem að stendur sér frábærlega en þetta Brad Jones, gamall Liverpool markmaður sumir sem þekki hann sem að hlusta á þetta gamall Liverpool svona semi-legend og hann átti frábæran feril eftir þetta sprakk út þarna í Nijmegen og ennþá að spila í dag í Sádi-Arabíu og moldríkur og þannig að ég átti ekkert break á komast tilbaka í liðið, það var ekki séns þú veist, ég náði að þú veist, þetta
hvað ég segja, ég náði að koma tilbaka í tæka tíð, þú veist, eftir 5 mánuði, þetta voru 4-6 sem voru gefnir og eftir 5 mánuði náði ég að mæta á fótboltæfingu hjá Næmikenni, þá er ég náttúrulega bara riðgaður fyrir allan peningin og bara kann varla að standa í marki sko. Þá bara daginn eftir það, þá opnuðust himnarnir og ég fæ símringingu frá Bótuglimt í Noregi. Þá er vika í að, þetta er í mars, þá er vika í að mótið er að byrja í Noregi og þeir eru bara farin í norsku úrvalsdeildina og eru markmannslausir einhver hluta vegna og spurja mig hvort að ég hafi áhuga á að koma þarna á lán fram að EM. Þá fæ ég bara 20 leiki eða eitthvað í norsku úrvalsdeildinni. Bara akkurat það sem þú þurftir? Akkurat það sem ég þurfti. Ég var komin í alls konar pælingar, ég ætlaði að fá einhverja leiki með varaliðinu eða hvort að ég ætti að fara heim til Íslands á lán og spila einhverja leiki í Pepsi-deildinni. Ég var búin að hringja í nokkra þjálfara heima og spurja hvort að ég mætti koma og spila í einhverja 4-5 leiki og þetta var eitthvað svona algjörð skítamix. Þá gerist þetta var bara algjörð draumur í tós. En nota bene, ég er samt bara búin að fara á 2 æfingar og ég er ennþá inni í þessari viku sem ég veit ekki hvort að öxlin á mig sé að fara að halda eða ekki, skilur. Og þú ert að segja halda, þá ert að tala bara þegar þú ert að skuttla þér ón á öxlina. Já, bara þegar ég er að prófa hana, bara fyrstu vikuna eða 2, bara lenda, þú veist, með öll mín 90 kíló ón á öxlinni, bara hvort hún bara popp úr liðið ekki, skilur. Þannig að þú veist, og það er bara rosa prósess að komast í gegnum þann ótta, þú veist, þegar þú ert bara smá saman að koma þér á stað aftur og finna bara, þú veist, það er engin smá átök að henda þér upp í samskiptin og, þú veist, fara með hendin út og lenda síðan á olbóðanum, þú veist, fer kannski niður í þetta hotn, verðan í einhver markmannsæfingu, hleypur svo upp þarna og hendir þér eins hátt og getur upp í loftið og svo lendur þér bara eins og kartöflupóki á jörðinni, skilur, og öxlin undir og eitthvað, þú veist, hún er nýbúin að vera í fatla og bara í steik. Þannig að þú þarft bara að komast yfir hann ótta að fara að nota hann aftur og ég, þú veist, var ekki einu svona byrjaður í því ferli þegar ég komið þarna til Noregs og þeir vilja bara henda mér í markið, bara leikur eftir 2 daga og þeir gefa mér færi á því að bíða, sleppa þessu fyrstu 2 leikjum og svo kom landsleikjapása og svo myndi ég byrja að spila við það. En einhvern veginn þá bara var tekin ákvörðun að láta vaða í það dæmi og spila bara. Og ég spilaði á móti Sogndal í fyrstu umferð þannig 2 dögum seinna, hélt hreinu þar, unnum 2-0 og það var einn af hápunktu ferilsins sko. Það fer ekkert fyrir því, það er enginn að pæli, ég var einn á hótel út í Bótau, skiluru, en bara í tilfinningar rússi sko, eftir þann leik. Það var geðveikt moment að einhvern veginn hafa tekið sjensinn, spila leikinn, standa mig vel og halda hreinu og bara komin aftur í gang, bara 5 mánuðum eftir og bara, þú veist, nú er þetta bara í mínum höndum, skilur. Bara komið með sjálfstraust. Þú veist, það voru 2 mánuðir í EM og ég bara trúði ekki að ég væri bara komin í lið, þú veist, þetta var einhvern veginn, þetta gekk upp, skilur mig. Öxlin virðist halda, ég kom með lið, ég get bara spilað og EM er framöndan, þú veist, bara komið. Það þurfti svo margt að ganga upp, þú veist, það er svo ógeðslega heppni að Bótu hafi hringt í mig og þeim hafi vantað markmann og þú veist, og þetta hafi einhvern veginn bara smollið svona, þú veist, af því að það var ekkert í kortunum að ég væri að fara að spila einhverju leiki og þá hefði ég bara ekkert farið á EM og þú veist, ekkert að því sem hefði gerst sko. Það er bara þannig. En það sem er ekki hefni í þessu, er þetta endurhæfingarferli? Þú fóst sko 140% í það, eða ekki? Jú, og það lag einhver mynd af mér á neti þarna að sé að komin í helviti gott stand og þú veist, þar fór ég bara í það að belgja mig út af vöðum af því að, þú veist, öxlin er bara þannig að þetta er svo grunnur liður, þú veist, hún hangi bara í svona skál og það er ekkert mikið sem að, þú veist, skálin er svo grunn að það þarf svo lítið til að hún renna úr lið, sko, að það er bara, þú veist, mjaðmakúlan er svona, hún heldur þér alveg inn í, en öxlin er bara svona, þannig að þú veist, það er bara vöðvar og sinar og bein sem halda henni á sínu stað, sko, þannig að ég ákvað það að reyna bara að stækka vöðvana mér og vera frekar, sko, of þungur og þykkur en komast á EM og ekki missa öxlun og lið heldur en að vera eitthvað aðeins minna, aðeins léttari eða meira fitt eða eitthvað, bara fuck it, ég vildi bara að öxlin hengi í helvitis liðnum, þannig að ég buffaði mig upp eins og ég gat og var alveg frekar massaður hann á þessu tímabili og Hvað er að tala um í numbers? Er að tala fórstu upp í 100 kílóin? Nei, ég var í sko góðu standi all around þarna sko, þannig að ég var líka, ég held að fitupróstan hafa aldrei, já, hún er aldrei verið lægri heldur sko, þannig að ég var sko best, ég er í svona præminu mín í 90 kílóum sko, en það er alveg munur hvort ég sé 90 kíló þegar ég er komin tilbaka eftir frí, þar sem ég er allir mjúkur og vöðvarnir hornir
eða 90 kíló eins á EM, þú veist, þá var ég allur útblásin af vöðvum og var ekki með fitu örð á mér, sko. Einmitt. En ég var allavega í 90 kíló eitthvað svoleiðis þar, sko. Ok. Hvað er svona aðeins, hvernig heldur þú eldinum? Ég meina, það er örugglega bara mjög erfitt að fara í gegnum svona meiðsli og bara eins og allir íþróttamenn kannast við að bara, þú veist, og sérstaklega það var svona mikið undir eins og fyrir þig, bara maður sem loksins komin inn í landsliðið að missa síðan af einhverju svona tækifæri. Ég heyrði mér þess að þú hefur hengt upp einhverja mynd af svona stadium upp á veggjaður til þess að vera með svona minnaðega eins á markmið. Getur þú talað eins um þetta? Já, ég fór alveg í gegnum alls konar, þú veist, þetta alltaf 5-6 mánuðir þarna og þetta mjög einmannlegt ferli þegar maður bara að þú veist, þegar þú meiðir svona langtíma þá bara ertu settur á hliðarlínu, þú ert ekkert partur á neinu plönu, menn svona nikkaði kurteislega hjá félaginu en það enginn að pæli þér, skilur, þú ert bara í þínum eigin heimi og þínu eigin missjóni og ég var með eitt sjúkraþjálfara þarna sem var mjög svona, var all in í sem með mér sem var algjör klettur í þessu og var bara mjög metnaðarfulli fyrir því að koma mér þarna áfram og þakkláttur fyrir það en þú veist, á svona löngum tíma þá er alls konar hólar og hæðir í þessu og ég þurfti að finna mér fullt af einhverju dóti til þess að halda mig mótiverðum og eitt af því var þetta, þú veist, ég var búin að tala við einhvern félaga minn hérna, hvort það var Róling í skúla um svona visualization og bara, þú veist, hann var alltaf með einhverja myndir af einhverju dóti sem hann langaði upp á vegg og alveg fullirti að þetta svínvirkaði bara settu mynd af Range Rover eða einhverju dóti eða einhverju húsi sem langar í eitthvað upp á vegg og þú veist, hafið þetta þarna þetta seitlast inn og ég prófaði það með þetta og setti þarna bara fyrir ofan útidyrahurðina af því að, þú veist, ég var náttúrulega á leiðinu út á hverjum einasta degi einhver hundleiðilegar æfingar og bara halda mér í standi í einhverjum svona fitubrennslu, þú veist, á einhverjum svona hjólum og einhver svona skíðavélum og þú veist, bara dagur minn var bara í einhverju svoleiðis, þannig að til þess að minna mig á til hvers þetta væri þá var alltaf EM-logo þarna áður en ég fór út svo fann ég alls konar svona, ég geti verið svolítið svona hrifnæmur og svona fljótur, svona impulsive svolítið sko, datt inn í þarna fyrsta skipti sem ég fann svona motivational videos á YouTube, ég hafði aldrei séð svoleiðis áður og einhvern tímann datt ég inn á eitthvað svoleiðis og ég var ógeðslega með svona móttækilu fyrir motivational videos á YouTube á þessum tíma og var bara með svona playlista af þeim, bæði motivational videóm og kannski svona ég var með svona gamla sirpur af EM og HM og einhver svona stórmótum, þú veist að ég var kannski klukkutíma 1,5 á einhverju skíðavél, þú veist, mætti gulega 9 og þetta vera því til 10:30 og þannig að ég var bara með playlist á YouTube á motivational videóm og markvörslu sirpum og einhverju svona EM og HM highlights, þetta var bara það sem ég var að horfa á í 5-6 mánuði að því ég ætlaði mér á þetta mót og svo þetta líka spurningum svolítið hugafar, bara hvernig var velu að líta á hlutina því að almennt það svolítið þannig að fótboltamenn þeir eru svolítið vælugjarnir þeir eiga til að vorkenna sjálfur sér verandi í algjöru luxusstöðu, þú veist, sérstaklega út í atvinnumennsku þá eru menn langflestir að koma upp úr einhverju akademíu þar sem þeir eru teknir kannski 18 ára eða eitthvað og þeir þekki ekkit annað en það bara einhver liðstjóri sem að fylli vassbrúsuna og þú hendir fötunum inn í net og það einhver sem sér það fyrir og það kemur hreint daginn eftir þú fer einhver æfingaferð og þú fer bara inn í rútu og þeir eru bara sagt hvert þú ert að fara og mætir á eitthvað hótel og fer fínt að borða 3 ára dag, fínu hóteli samt kvarta yfir öllu, skilur þú veist, það var eitt gæi í liðinu mín í Hollandi sem að trilltist einhver 18 ára ungur strákur sem trilltist út af því að það vantaði handklæði á bekkinast, þú veist, en þvottaherbergið var hinum með gangina, það geta bara að fara að náði í það, en hann trilltist í svona 2 mínútur og öskraði á kittmannin að hvistlega djöfusins óprofessional pappakassi hann væri að vera ekki með, þegar vorum að spila einhvern leik þarna, þú veist, þetta er kannski ekstrím, en þú veist, menn eru oft svolítið svona góðvanir og þú veist, vorkenna sjálfur sér alveg helviti mikið ef þeir eru meiddir í langa tíma en það er alveg hægt að snúa þessu upp í það eins og ég hugsaði þarna, þú veist ég samt bara að fara í rektina, það er verið að borga mér fín laun fyrir að fara í gimmið, þú veist, mæta þarna 10 á mótnana og að það er alltaf talað um að það sé að versta sem fótboltamenn lendi að meðast og það er að versta sem getur gerst og þetta er bara algjör martröð eitthvað svona, þetta er ekkit martröð, þú mætir kl. 10 á mótnana ferða á eitthvað treadmill eða eitthvað og brennir aðeins og svo ertu að gera einhverjar axlaræfingar eitthvað og þú ert komin heimtíðin í hádeginu, skilur og
þetta ekki the end of the world sko, og venjulegt fólk borgar fyrir að fara í rektina eftir vinnu og þarf að tróða því inn í dagskrána sína og fara svo og sækja börnin í leikskólan og heim og allt þetta streitu líf sem að venjulegt fólk þarf að díla við, sem ég í núna by the way, en þannig að þetta náttúrulega bara forréttinda staða sem að mér fannst ég allavega átta mig ágætlega á, komandi úr því að vera bara að vinna fulla vinnu með fótbolta og finnast að vera algjör forréttindi að komast í þetta umhverfi, að það alveg hægt að líta á þetta í ákvæðum augum og það er algjör óþarfi að finnast maður vera stattur í helvíti á jörð þó maður sé meiddur í nokkra mánuði, eins og mér finnst oft vera svona stemningin sko. Einmitt. Já, þegar orðar þetta svona sko, þá hljómar þetta nú bara ansi kósí að fara og labba okkur hlaupabretti aðeins og vera í senni einhverju teygju þarna Já, þú veist, þetta er alveg einfalda útgáfana skilur, svo ég geta menn alveg verið aftur á, og það er press að koma tilbaka og þetta er andlega erfitt og það er margt annað í þessu, en allavega eins og ég var á þessum stað, þegar ég þurfti að koma mér í gegnum 5-6 mánuði af bara þessu, þá bara reyndi ég að horfa á þetta svona, þú veist, ég var bara í þessu verkefni og þú veist, ég var ekkert að stressa mig á þessu og þetta bara svona tekur hennar tíma og ég var bara bjóð úti á góðum stað með fjölskyldunni og þú veist, var ágætis launum þannig og bara þetta var bara vinna mín, skilur við. Einmitt. Já, það er kannski líka kosturinn við þetta að vera bara svona svolítið á góðum stað þarna úti og þurfa ekki að vera að hugsa út í margt annað á meðan þú ert að sinna þessu. Ef við slætum aðeins yfir í bara EM og allt það bara allt það fár í kringum það er náttúrulega bara ótrúleg sena bara í íslenskri sögu. Hvernig upplifðu þið þetta? Ég meina þegar allt er að tjúlast heima, gjörsamlega styrlast og fólk er bara leita miðum til Frakklands og reyna að koma sér bara yfir til ykkar. Hvernig var bara logn í auga stormsins eða? Já, í rauninni sko, það var það. Sko, ég held að við séum allir sammála það þetta hafi verið einhverju bestu dagar sem við höfum lifað, við sem að vorum í liðinu þarna, við hugsum þessa tíma með bara þvílíkri hlýju að því að þetta var svo ógeðslega kósí, þú veist, við vorum á hóteli í Annecy sem við vorum bara einir á og það var gott veður þarna alltaf og þú veist, þetta var bara eins og að vera í einhverju frábæri sumarfríi með vinum sínum en vera að spila einhverja styrlaða fótboltaleiki inn á milli og svo náttúrulega gekk allt upp og við komum allt tilbaka og maður með fiðring í sér og svona eitthvað böss allan tíman en auðvitað samt svona stressfiðring líka, þetta er svona alltaf, veist alltaf af leiknum skilu, þú veist aldrei alveg rólegur sko, en þannig að við áttum bara time for life þarna sko, en allt öðruvísi heldur en það hefur verið að upplifa þetta, þú veist, frá hinni hliðinni, þú veist, áhörundahliðinni sem ég held samt að hafi líka verið að upplifa time of their lives, þú veist, en bara ég hef alveg verið til að vera þar líka sko, ég held að það sé ekkert skemmtilegra en að vera að fylgja Íslandi á stórmót og hlutinir að ganga vel og það er gott veður út með viniðinum og þetta fáður upp í stúku og eitthvað svona sko, þannig að ég held að allir hafi verið að upplifa mjög góða tíma en við svona vorum, þú veist, maður upplifði ekki fárið, skilur, við vorum alveg bara lokaðir af og svo þetta heyrið maður á því og veist, upplifði það í gegnum símann sinn og eitthvað en allt öðruvísi heldur en auðvitað þið. Já, og hvað er svona, ég meina hver er svona hápunktur EM fyrir þér standandinn á vellinum? Sko, annars vegar er það mómentið þegar við erum bara að syngja þjóðsöngin fyrir Portugalsleikin sem er fyrsti leikurinn í riðlinum út af þessu sem ég var að lýsa fyrir þér áðan að ná að koma tilbaka eftir þessi axlameðsli hlutinni gengu upp og það var ekki bara það að ná að komast í bótaglimt, það voru 2 mánuðir eftir af fótbolta þar fram að móti og þar getur alveg allt gerst, skilur og sérstaklega þú ert komið svona nálægt móti kannski mánuður í þetta, þá er bara ein tóknun aftan í læri því bara þú fer ekki á EM, skilur en ef maður er alltaf, þú veist hver einasta fótboltaæðing sem ég slapp ómeiddur af í aðdraganda EM, þá var maður svona hjúk, ok, já, þú veist, einni æfingu nær þessu, einu leik nær svo bara standa þarna, þú veist, á vellinum búið með uppbytuna fyrir leikin, meiddist ekki henni og bara, já, það er ekkert sem stoppar hann núna, þú veist þessi leikur er að fara í gang og ég er að fara að spila hann, skilur það er bara, það var geðvegt og enda, þú veist, og það var svona svolítið öðruvísi upplifun, finnst mér heldur en fyrir marga af þessu leikjum, það sem að þessi stund þarna að syngja þjóðsöngin er oft einhvern veginn lýst eins og einhverju, þú veist, að það sé mómentið, sko, þú veist, það sem maður er með gæsa og þau, en
ég alltaf eiginleitt maður þú veist, þarna maður bara þarna allir leikurinn eftir sko og þú veist, maður bara drepast og stressið þarna og bara líður ekkert vel sko en þarna var það öðruvísi, þú veist, þetta var svona, það var eitthvað róið mér þarna, bara að vera komin þarna og það var svolítið eins og þarna þegar ég var komin í KR árið áður að þú veist, allt sem gerist eftir þetta á þessu móti var bara bónus sko og enda, þú veist, ég allavega fór mjög afslappaður inn í hennar leik og gekk vel og þú veist, ekkert vesen sko, þannig að það skilaði sér fannst mér í spilamennskunni þarna, þannig að ég ætla að nefna þetta númer 1 og númer 2 var ekki Englandsleikurinn eins og einhvern veginn alltaf talað heldur Austurríkis mómentið þegar að við klárum þetta með síðasta sparki leiksins. Þetta náttúrulega alveg gjörsamlega lygilegt hvernig það þróaðist sko, þú veist, ef bara pælir í hversu margir fótboltaleikir enda með sigurmarki á síðasta sparki leiksins, það kannski 1 af hverjum 10.000 eða eitthvað, það gerist bara aldrei og að við vorum með þetta markmið að komast áfram úr riðlunum, klúðruðum þessi leiknum undan það sem hefði getað tryggt þetta í leiknum sem við áttum að vinna, svo voru Austurríki herra skrifaðinni við og þú veist, það hefði alveg verið nógu erfitt að fara í þá og þurfa bara stig, en við verðum að vinna þá það nógu að ná í stig og við vorum að hanga á stiginu og vorum gjössalega orðin bensinlausir síðasta hálftíma og þetta var bara fór fram inn í teiknum okkar og við vorum bara að reyna að grænda út, þú veist, bíða eftir að dómar flautaði, en sigur þýtti það að við yrðum sko, við myndum spila við England, við fengum miklu betur leik frekan Króatíu, við fengum 5 til að jafna okkur og það var bara einhvern veginn allt við það, þannig að en við hefðum alveg verið nógu sáttur við bara grænda út í jafntefli og komast áfram, en að gera það með því að komast upp öllin, skora sigumarkið í síðustu spilnu leiksins, þú veist, á Stade France fyrir ráðan 80.000 manns og þar af 10.000 Íslendingar, þú veist, getur eitthvað ímyndaðir eitthvað sturlaðar augnablik, þetta er bara svona algjörlega unreal sko. Flestir sá þetta frá svona sjónarhorni Gumma Ben og hann að tala yfir þetta, hvernig er þetta frá þínu sjónarhorni? Þú ert á vellinum en lengst frá þessu, sérð þú strax hvað er að gerast? Eða? Sko, þegar að þetta gerist, þegar við skorum, þá hleypi ég bara, tek sprettin yfir allan völlin og hoppa ofan á hrúuna sem að, þú veist, það er náttúrulega hoppa allir bara þarna saman. Ég vissi ekki að leikurinn var búinn þá samt sko, ég bara hoppaði í fagnalætin og trillingin og svo þegar ég er að hlaupa tilbaka þá flauta dómarinn af og þá bara limpaðist ég niður í grasið og bara opnust flóðgáttir, ég bara hágrenjaði í grasinu, það er til einhver mynd af mér þar sem að ég bara er að fela andlitið á mér og Siggi Dúlla liggur stendur yfir mér og er eitthvað að toga mig upp og ég bara öskur grenjaði þannig á vellinu sko, bara hleypt út af öllum tilfinningunum í heiminum sko. Gekka, ég veit reyndar ekki hvort að það hefði meira verið á HM eða EM en pappiðinn sem hjálpaði með þessi markmið eða svona, allan var með þér í því ferli, hann kemur út á öll þessi mót eða ekki með þér? Jú, sko á EM var allt fjölskyldan, mamma og pappi og systur mínar, pappi kom síðan út á HM og var með vini mínu þar voru Baldur og Óli og einhverjir svona vini mínu sem komu og kona mín líka og pabbi mætti þá grátarður. Já og ástæðan fyrir að tengja þetta saman er að hann brast líka í grát þarna, er það eftir Argentínu eða hvað? Já, það var eftir Argentínu, þar var hann algjört emotional mess, bara tilfinningarlegt rusl og brotnaði saman þarna, hann var ekki viðrað hæfur náttúrulega í leiknum sko og hann verður meira tilfinning að vera eftir sem hann eldi sko, hann heldur svona mjúkur sko og svona það lítið til að hún vöknum augu en hann það lítið til, bara sonur hans verji vítaspyrnu gegn Messi og hann bara vöknar um augum ég er að segja sko almennt, það þarf ekki alveg það til sko, það þarf miklu minna til að hann verði aðeins rakur um augun sko en þarna sem sagt þetta á nú alveg til að grenja og enda gerði hann það duglega, hann gjörsalega brotnaði saman að það. En er ekki líka bara, þú veist, ég meina eins og þú segir að það myndi ekki geta skrifa þetta upp, að bara þú sért að setja þér eitthvað markmið þarna að komast í úrvalsdeildina og síðan er þetta að verja vítaspyrnu frá Messi. Nei, það hefði bara verið eitthvað, þú veist, hlegið að þín alltaf og eins og ég sagði á hann, hefði þetta verið sett upp í eitthvað handrita einhver íþróttamynd, þá hefði það bara því verið hent út á borðinu bara fyrir að vera lélegt sko. Einmitt. Er það rétt að þú ákvast í hvort hotnið þú skuttlaðir áður en að spyrnan tekin? Já, það er nú yfirleitt hannig
en það er svona spurning hversu löngu áður, oft það bara þú veist í mómentinu þar sem maður einhvern veginn ákveður það en þarna var ég búin að ræða þetta mikið við Frey Alexandersson og sem var leikreina fyrir okkur og Guðmar Heiðars markmannstjálfara og ég tók endanlega ákvörðun það kvöldið áður að ef að það kemur vítaspyrna þá myndi ég fara í þetta horn og við vorum búin að skoða að það var víti sem var nýbúin að taka sem var eiginlega alveg eins sem að markmaður var næstu búin að verja og það var aðeins lengur út í horn en þannig að hann svona var í honum og varðan inn þannig að við svona vorum búin að rekna það út að það væri líklegast að hann myndi skjóta þarna aftur. Sko, er hræðileg spurning að hugsa bara hversu geggjað þegar að þú verð boltan og það ég veit bara þetta augnablik er bara þú ert einn af bara kannski örfáum einstaklingum á jörðinni sem fá að upplifa þetta. Það er náttúrulega spurningi sem allir spyrja mig sko hvernig var að vera krakkar sérstaklega já. Hvernig var að vera frá Messi? Ég ætla bara að reyna þeim já. Hvernig var að vera frá Messi? Þú veist það var sko það er alltaf rosalega kikk að verja víti sagði maður hvort að það sé æfingarleik hérna í febrúar fyrir íslensku deildina eða ég hef ekki varið mikið að vítum í landsliðinu ef eitthvað fyrir utan þetta en þetta var eiginlega svona ég veit það ekki, hvernig ég var að lýsa sko. Það bara gerist Ég sagði það reynda við sjálfa mig eftir að þau voru búin að hreinsa þú veist, fyrst náttúrulega verið þetta og svo bara smá svona darraðadans og svo hreinsu við og boltinn færni burtu og þá sagði ég upp að þau sjálfa mig þetta gerist bara og svo klárast leikur og þetta maður allur maður bössast allur upp við þetta skilur og ég var geðveikt ánægður með þetta hefði gerst en síðan var samt hálftíma eftir og ég var alveg meðvitaður um það að þetta moment yrði ekki eins sturlað ef við myndum tapa leiknum 3-1 skilur einmitt. Þannig að það var helviti mikið undir að ná að sigla þessu heim og loka þessu jafntefli þannig að ég var ekki þetta sló mig ekkert almennilega fyrir að dómar flautaði og þá svona fekk ég kikkið sko En kannski eitt með þetta og svona sem ég þykir áhört við það er að þú sannfæriði líka áður en að þú verð að þú sért að fara að verja þetta og þú meira sagt að þegar að boltinn fer inn að þú hugsa bara, ég held ég var að fara að verja þetta. Já, eiginlega sko, það er alveg rétt. Ég er eiginlega alveg vissum að ég sé að fara að verja í hvert einasta skipti sem að það er víti og ég horfi á boltan, alveg svona stari á hann og er eiginlega alveg vissum að hann sé að fara þangað sem ég er að fara og það kemur mér alltaf óvart ef hann fyrir hittarni. Þetta er bara fyrir hverja einasta spynnu? Eiginlega sko, ég held alltaf að ég sé að vera að verja. Já, gátt þau að fara? Já, þetta er einu skiptin það sem að markmenn verða pressulausir, það er í vítaspyrnu. Út af það er búið að ákveða bara fyrirfram hvað er verið að fara að gera? Sko, ég veit það ekki, það er svona kannski út af því að það býst enginn við því að þú verjir. Það er öll pressan á sóknarmannum og markmaðurinn er hetja dagsins ef hann ver vítið skiluru veist, ef það þróast hann að það telur þá er þetta svona á silfurfati verið að rétta það að verða hero of the day sko. En það er eiginlega aldrei annars tilfellið að því að vanalega þannig að markmenn eru bara eins og ég lenti í núna í síðasta leika móti KR að ef eitthvað klikkar eitthvað smá að þá fer bara boltinn inn í markið skilur þú veist, það er lenti í því að það er einhver skrítin snúningur og boltinn fer einhvern veginn undir hendurnar á mér eða yfir eða eitthvað og þú veist, ef að venjulegur leikmaður út af velli miðjumaður lendir því að boltinn rúlar undir löppin á honum, þú veist, þá kemur bara næsti gæi og tekur hann og þú veist, leikurinn heldur áfram en í mínu tilfelli þá fer boltinn inn í markið og það er oft alveg fáránlega stutt á milli í þessu, þú veist, að í þessu með þessa markmannsstöðu að vera skúrkurinn skilur og þú maður er aldrei í rónni fyrir en að leikurinn er búinn, þú getur verið að vinna 3-0 og þú veist ef þú farið á þig mark í lokin sem að þú missir gegnum klofið eða eitthvað, þú veist, þá er það bara þá er bara leikurinn ónýtur og maður skilur færi yfir sig eitthvað það er bara neyðarlegt og ef þú farið á þig 2-3 klefa mörk á tímabilið, þá bara tímabilið ónýtt, þá ertu bara orðin einhver jólasveinn sko og þessum, og fyrst við erum komin út í þetta þú veist bara hvað er stutt á milli í þessu, þú veist
þá bara eins og með þessa landsleiki sem við erum búin að vera að spila þá það sko mörg ár þá vorum við alltaf að spila stærstu leiki sem að Ísland hafiði spilað, þetta bara því nær sem við komumst EM, því bara stærri var leikurinn, þú veist, þegar við vorum að nálgast að fyrst að komast í play-offs þarna fyrir Króatíu dæmið, þú veist, þá var það bara svona 4 leiki fyrir play-offsið, stærsti leikur íslenskar íþróttasögu, við erum að nálgast að eiga séns í þetta, svo unnum við hann ennþá stærri leikur og svo komast í play-offsið langstærsti leikurinn og svo bara þegar við vorum að komast í EM, þú veist, þetta er alltaf stærsti leikur sem að þú hefur spilað og þú ert í markinu og mann til dæmis eftir að það var eitt moment þegar við unnum Króatíu heima 1-0 sem var lykillinn að því að komast á HM þá fæ ég einu sinni boltan tilbaka frá Birki eða einhver eða Kára kannski og Ari Freyr svona laus út á kanti og ég tek hann og það er sendirinn frá Króatíu er svona freka nálægt en mér finnst hann ekkert vera það nálægt ég tek hann og gefa hann á Ara og ég einhverstað svona aðeins út á markinu og gæinn hleypur og bara svona rétt missir á hann þú veist og bara svona 5 cm frá því að komast inn í sendinguna og hann hefði bara sett henni inn í autt mark en hann fer fram hjá honum, fer á Ara og bara sóknin heldur áfram og engin pælir í sinum að ég, skilur og ég hugsaði bara þú veist, ef að gæinn hefði, þú veist, þetta er svona lítið moment sem engin pælir í, en bara það ef hann hefði verið 5 cm framar, þá hefði þetta verið bara leikasíðið mitt, skilur það hefði bara gefið en þessi leikur verið ónýtur við hefum aldrei farið á HM og þú veist og eitthvað svona pínu lítið skýta moment sem skipta engu máli hefði bara verið þú veist, það sem að hefði rústað þessu og mín hefði verið minnst fyrir fattar mig, þú veist, það eru svona moment eða hver með einasta leik það sem að, þú veist, sérstaklega þessum stóru leikin það sem allt er undir og það má bara ekki gera mistök í þessum landsleikin, þú veist, þá ertu alltaf bara einu litlu, þú veist, skoppi yfir löppina þig frá því að klúðra EM-drömmnum eða, þú veist, komast að háa með eitthvað svona og þar komum við að þessu að þú varst að spyrja með vítið og við vorum að tala þetta með að í vítinu þá verður maður pressulaus allt í einu, þá fer allt í einu pressan af markmannunum að því þá einhvern veginn bara svona getur bara rólegur, það verður alltaf að vinna en sko restina leiknum, þá ertu alltaf með þessa áhættu á bakinu að þú veist, þú getur alltaf fokkað upp leiknum bara við minnsta, skiluru við minnstu mistök Já og Þú ert að verja markið, góð dæmi, það er bara ef hann fer framhjá þér þá er bara það er gríðarlegar afleiðingar. Já, og ef þú klikkar á einhverjum litlum hlutum eða, þú veist, ég til dæmis klikkaði á móti Austurríki, það er nú eina ástæðan fyrir því að það var svona mikið kikk, þú veist, sá leikur var náttúrulega algjör rússibanna reið, ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu augnabliki en ég er markspyrna og ég gef hann út að Kára og fæ hann tilbaka og gæinn pressar á mig. Ég ætlaði að sparka honum upp á hinn kantinn og sé engan til að gefa á, hika 1 sekúndu og hann nær að stela með boltanum og er bara með hann fyrir opnu marki og fyrir og það, þú veist, og það er bara gerist eitthvað þú veist, ég veit ekki hvort sé einhverju verndar englar eða eitthvað, að því að gæinn er bara að fara að setja hann í upp mark og þá rennur hann sparka á sig í sig og ég næ einhvern veginn að poti í löppina á honum og með þess að fer í hann og út á, við fáum bara aftur útspark algjör, sko það er bara ótrúlega að hann hafi ekki skorað og þar ertu komið með annað svona moment þar sem að ég hefði bara klúðrað þú veist eða skilur, við hefðum ekki unnið inn að leik og við hefðum ekki spilað við England og allt þetta sögulega dót sem gerðist bara eitthvað svona sentimetra klúður, skilur, þú veist, þetta er út allt í leikna, það er eitthvað svona lítil moment sem geta fallið sikkur megin og það er ekkert eðlilega miklu afleiðingar ef að klikkar eða, þú veist, eða ef að hefnast, sko. Þannig þegar dómarinn flautar leikinn af þá er verulega þungu fargjaðið létt. Já, þá er það líka þetta, þá er það bara, herðu, þú veist, þetta fór ekki verra en þetta. Já, það er bara þannig, það er, þú veist, þetta er svona stigmagnast svolítið, sko, hversu mikill léttirinn er, þú veist, ef að þú vinnur leikinn og átt góðan leik, þá er það besta, ef að þú vinnur leikinn og klikkar eitthvað smá, ok, en ef þú, sko, komst í gegnum leikinn á þess að klúður einhverju, það er samt alveg líka smá, þú veist, smá sigur, sko, þannig að það er svona þetta er alveg svona hver einasti leikur er alveg svona smá fjall að klífa og alltaf svona léttir og spennufall í rauninni þegar hann er búinn, sko, nema þegar maður klúðrar einhverju þá líður manni heldur illa. Einmitt, ef við hraðspólum yfir HM og yfir til Azerbaijan, þar sem að þið býðst að
sinna markmannstörfum hjá Karabakh. Já, Karabakh. Hvernig var tímiðin þar? Hann var mjög áhugaverður og lærdómsríkur og ég hefði alveg tekið þessi ákvörðun aftur af því að mér fannst þetta mjög svona já, hvað ég segja þetta opnaði bara þetta var mikið lífsreynsla en þetta var ekkert sérstaklega gaman með að það varði sko. Þú veist, mér leiði ekkert sérstaklega vel þarna og ekki fjölskyldunni heldur í rauninni þannig lagað þó svo að það væri fínt að vera þarna mörgu leiti þá svona ef maður hugsaði tilbaka þá voru við einhvern veginn ekkert sérstaklega ánægð þarna sko. Það er víst eitt stórt atvik sem átti sér stað þarna úti þar sem að þú er að rétta með nánast drepumann. Já, ég ætla ekki að orða það þannig bara upp á fyrirsagnirnar sko. En já, ég lendi í hörðum árakstir þarna, keyrði á mann og það nú kannski litaðist náttúrulega mikið af því vera mínarni í þessu landi að ég á leiðinni heim snemma snemma á þessum tíma ég á leiðinni heim á æfingu og það er dimmt og við, þú veist, það 20 mínútna akstur af æfingasvæðinu og heim og þar af sko helmingurinn að leiðinni í gegnum svona hverfi sem bara svona frekar hrörlegt og það mjög svona umferðin í þessu landi ekki það sem ekki til líkingu við það sem við þekkjum hér sko og mjög kaotísk og það engin ljósastöðvar þarna neitt og svo ég bara að keyra og síðan kemur allt í einu maður á milli tveggja laðra bíla bara lappar út á götuna og ég ekki eins og byrjaður að bremsa þegar ég bara negla á hann og hann bara, þú veist yfir bílinn og ég bara held þessi dáin sko. Ég datt eiginlega ekkert annað í hug og stoppa bílinn og fer út og tekka á gæjanum og það var þetta bara gamall eða svona maður 60 kannski, 65 og hann liggur hann í götunni bara blóðugur og kvenka sér og greinilega kvalinn og ég, þú veist, talaði náttúrulega ekkert ensku og talaði engin ensku þarna og fólk fer að kom einhverju tveir þarna að og þeir segja hann segi við mig að ég þurfa að keyra hann upp á spítala af því það ekkert þetta systemið þarna ekkert eins og við þekkjum það hér sko það ekkert hringt í sjúkrabíli eða eitthvað það ekki einu sinni sko ef það sjúkrabíl að keyra og það örtröð þá öllum drullu sama sko þannig að það ekkert verið eitthvað þetta bara eitthvað fátækara hverfið þarna og ég allavega hendi ég og þessir 3 eða 2 sem þarna við bröltum honum upp í aftursæti á bílnum mínum og ég sem sagt keyra hann á einhvern spítala þarna bara eftir hans leiðbeiningu sko hann bara eitthvað að bendandi til hægri og vinstri og að drepast hann aftur í og sko, drepast hann aftur í hann ekki bókstaflega að drepast hann sko ég vissi ekkit betur hann var að drepast í löppunum vegna þess að hann tvífóbúrað eða báða lappirnar á hann brotnuð í klessu þetta finnst að fyndi Nei, þú ert að segja þetta með ég held í alveg að það væri bara að látast maðurinn Já, ég held það líka Ég vissi ekkert nema þegar ég myndi koma upp að spítalanum að hann bara dáinn aftur í og ef það hefði gerst þá hefði ég verið verulega vandamálum komandi með mann í því ástandi að spítala í Azerbaijan og getur rétt ímyndaðir Já. Þannig að þar fer í gang mjög farsakent atburðarás þar sem að ég ringi í Núrland aðstofmanni minn og hann, gæinn sem hjálpaði mér að koma undir mér fótunum í Azerbaijan og eitthvað svona og ég hélt nú bara því ég gerði ekkert rangt skilur og bara vanur því að það bara, þú veist ok, þetta var hræðilegt óhapp en þú veist, það var ekkert sem ég gæti gert í því þannig að ég bara gerði allt sem ég gæti til að hjálpa og eitthvað svona og koma nú hann upp á spítalan og þar með hélt ég að minni svona sögu í þessu væri nokkurn veginn lokið en það var aldils ekki vegna þess að síðan kemur hann að minn maður hann upp á spítala og hann bara áhyggju ský og þá kemur það í ljós að þetta bara þú veist það ekkert grín að vera útlendingur og keyra á innlendan
mann þarna, því að þá ert þú bara með, þú veist, það bara svona ákveðna óskrifaða reglur í þessu samfélagi þarna, að ef að þetta gerist þá bara berð þú ábyrgð á því og skiptir engu máli hvernig hann labba út á götuna eða neitt, og það bara undir mér komið að sjá til þess að hann sko komist undir, ég þarf að borga undir hann alla læknisþjónustu, borga allt sem þarf að gera og basically borga öllum til þess að gera eitthvað fyrir hann, á þess að við förum eitthvað nánar út í það og borga honum síðan fyrir að vera bara halda, hvað ég segja, halda mánuðum, af því að ef að hann ekki ánægður með hvernig ég að trýta hann eftir þetta, þá getur hann farið með það til yfirvalda og þá bara passin tekin og það er bara major vesen, sko. Þannig að þetta allt gert til þess að halda þessu frá í rauninni bara lagalegum flækjum í Azerbaijan? Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta kerfi virkar, sko, en það var alltaf þannig að þegar ef eitthvað svona gerist, þá það bara þá var það undir mér komið að sem sagt tryggja þessu manni allt sem hann þurfti að fá og meira til, sem sagt bara einhverja bætur sem við myndum koma okkur saman og það var bara, þessi nótt var mjög skrautlega og þetta einhver spítali þarna í svona frekar svona skuggalegu hverfi og þar gerist ekki neitt nema það þarf að hreyfa við mannskapnum hana með hjúkrunarfræðingum og öllum og það var til dæmis sko, aðstofamæðurinn Núrland sem ég var að segja frá, hann var inn í einu herbygginu þarna og það voru hjúkrunarfræðingar hrúust í kringum hann og hann var eitthvað öskrandi á þar, kemur labband út úr herbygginu og eftir hann kemur fljúandi skór í vegginn sem var skór kallsinn sko, ég var búið að klæða hann úr, það var og öskrandi hjúkrunarfræðingur neldi skónum í vegginn á eftir honum af því að hann vildi ekki borga hann eitthvað sko og svo var öll fjölskyldan að smætta þarna mannsins og á endanum segir Núrland mér að fara heim og ég var svona vonað að þetta myndi bara svona einhvern veginn feit út en það var aldrei ekki að því að næsta dag ég vaknaði þá var þetta komið út allt í fjölmiðlum hana og þetta verður bara að vera upp í fótur og fit í rauninni en á sama tíma ég sko komið tilbaka og meðslum í meiddur til Azerbaijan og að reyna að koma mér inn í liðið í Karabakh og var alveg að detta í liðið, var eiginlega, þú veist, að fara að spila Evrópuleik, hérna hélt ég, en ég vissi það samt ekki og að því að við fengum aldrei að vita, við vorum 3 markmenn hérna og rótera hverju var að spila, þannig að maður vissi aldrei hvort maður væri að fara að spila leikin eða ekki og það var leikur sem sagt eftir 2 daga þarna, ég mætti daginn eftir, það var bara leikur daginn eftir og ég var leiðin út á æfingu, þú veist, daginn eftir þetta og þá kemur bara löggan og pikka mig upp og hendi mér inn í einhvern bíl og við förum með mig á einhvern stað þarna það sem þetta gerðist og ég hafði tekið skýrsla mér og ég átti að lýsa staðarháttum og lýsa alls konar og þú veist og það bara komið að stað eitthvað ferli svo leikur daginn eftir og ég láti hann mæta þarna þú veist og við þurfum alltaf að gista daginn fyrir og við rosa mikið á æfingasvæðinu og þú veist það einhvern veginn það ekkert eitthvað að vera að tekka hvernig maður hefur það eða eitthvað svona það bara mæta og þú veist og þó að menn vissu náttúrulega að það væri eitthvað, þú veist alvöru vesen í gangi þá bara svona, þú veist, þá einhvern veginn hélt fótboltinn áfram að tikka og þú veist, maður þurfti bara að mæta þar og þú veist, sita á bekknum hérna innan leik, ég var síðan ekkert í liðinu, það veist, ekki tilkynnt hvort að maður væri í liðinu ekki, þú veist, ég var svona með þá óvissu líka þarna á þessum degi, sko, hvort það væri leikur kvöldi, hvort ég ætti að spila leik kvöldið eða ekki sem ég hélt að ég ætti að gera en var síðan ekki, þannig að það var bara þú veist, satt á bekknum það kvöld og svo bara fer ég heim og vissi ekkert, þú veist, hvort að ég yrði sóttur eða hvað væri að fara í gang, skilur, hvort að löggan myndi bara mæta og svo var hann Úrland að segja mér alls konar sögur að því sem geti gerst ef maður myndi ekki, þú veist ef hann væri ekki ánæður gæinn sem að lendi í slysinu, þú veist, að þá getur maður fengið yfir sig alls konar, þú veist, þá getur bara hverfið mætt hérna og eitthvað svona, skilur þetta var mjög ónotalegt að vera þarna og svona finna einhvern veginn bara löppunum kift undan manni skilur og maður fann að maður hafði enga stjórn á aðstæðum og maður var bara einhvern veginn að vona það besta svo kom ég ljósa að maður var með einhvern undirleikandi sjúkdóm eitthvað vesinn á lifurinn á honum og þá var það mitt vandamál sko, þá þurfti ég
að komin mikilvæg meðferð og eitthvað, því að það var innan ramma, þessi var eitthvað, eða meðan hann var ennþá í bataferlinu og þetta var bara, þetta var algjört kaos. Þetta var eiginlega þannig orðið bara, ég gæti tekið þetta og tekið heilt kvöld í að bara segja frá þessu og sýndir vídeo frá þessu. Ég sé hann settlaði þetta við manni og ég var alltaf heimsækja hann á spítalan og svo enda hann á að bjóða mér og Höllu heim í mat til sín og við fórum þangað í eitthvað þvílíkt hverfi sem var bara eins og einhver bíómynd og ekki nóg með það heldur Núrlan, gæinn sem var að hjálpa mér, hann alltaf að leita sér eiginkonu og hann var ástfangin á dóttur kallsins, eða hún var ástfangin á honum og fór í þessu ferli var hún alltaf að sannfæra hann að gifta sér og senda sér einhver vídeo á honum og þau voru alveg að fara að klikka en út af aðstæðum sem aðstæðum í þessu landi er svona kúltúr sem ég ætla ekki að fara eitthvað djúpt út í hér þá gat hann ekki tekið hana sem eiginkonu því miður að því það hefði verið fullkomin endir á þessari sögu og ég tók einhvern tímann allt þetta dæmi og hripaði þetta niður og það er komin beinagrind að þessum farsa sem að þetta mál var að þetta er drepfyndi þar hefði náttúrulega verið helviti gott ef að þau hefði endað að giftast en það er samt eiginlega fyndnar að þau séu alveg að fara að giftast og það klúðrast út af sollu en sem að kemur bara ljós í myndinni. Þannig að það ætlar að gera eitthvað úr þessu? Já, mér langar það það er, þegar ég segi þetta almennilega þá grenja mér látri og það er bara alltaf, það fylgir alltaf með að ég verði að skrifa myndum þetta Já, ég var sjokkaraður þegar ég heyrði þetta, þú ert að segja bara þarna að þú helst að það hefði bara drepið mann, bara keyrt á hann en þú byrjar að tala þetta einhvern veginn eins og hann væri þetta kvalinn aftur í að reyna að benda þér og vísa þér vega það var eitthvað svona komist við þetta, þú ert greinilega að upplifa þetta sem bara einhvern fyndin fastla Já, þetta var auðvitað alvarlegt mál og mér leiði ekki vel meðan það var í gangi en það var fullt fyndið í þessu samt og þetta er náttúrulega drepfyndið þegar þú horfir í baksýnisspegilinn og ferði yfir þetta. Nú vona ég sé ekki að koma mér í vesen út af því að eiginlega allt sem ég segi varðandi Karabakh og Azerbaijan það endar í fjölmiðlum þar en það verður bara að hafa það en það verður svona að gefa þeim það í Karabakh svona svo ég hrósið þeim að þeir, þó svo að ég var komin orðin ískald og komin út úr liðinu þarna, ég spilaði mig inn í liðið by the way eftir þetta, komst inn og spilaði einhverja Evrópuleiki þarna og gekk mjög vel, þetta var byrjað að tikka og ég held að ég væri komin á sporið og þetta væri bara svona, að þetta var mjög mikið ströggl, ég fengið hann inn sem stórt nafn eftir HM nýbúin að vera þetta viti, kemur annar markmaður á sama tíma og hann spilar alla leikina og stendur svo vel og svo á ég að koma inn að því að ég á alltaf að spila leikina á sama tíma og ég er að koma inn, þá keyri ég á hann að gæja og þetta er einhvern veginn allt einhvern veginn að fara í skrúin á sama tíma en ég er svona bæði að reyna að leysa það mál og koma mér í gegnum þetta að, koma mér í liðið og með ógeðslega mikla pressu þegar ég held að ég væri miklu betur en ég er bara búin að sjá mig verja víti frá Messi og ég held að ég væri eitthvað ofurmenni svo er ég bara einhver venjulegu markmaður, íslensku markmaður skilur og svona ég held að ég hafi búist bara við meira en síðan er það þannig að ég spila komin inn í liðið og er að gera vel en svo töpum við 6-1 fyrir Sporting Lissabon í Evrópudeildinni og ég á ekki góðan leik og eftir það þá á ég ekki séns þeir bara henda ég þarf bara, mér er bara tilkynnt það að ég þarf að finna mér nýtt lið þannig ég var hérna í svona 2 mánuði og átti ekki séns á að spila en þeir samt trýtuðu mig að mjög mikill virðingu félagi Karabakh, maður hefur reynt alls konar söguræði þegar menn eru út í kuldanum að þá er þeim látið líða illa og það eru sett, látnir hlaup einhverja hringi og eitthvað svona, það var aldrei þannig, þeir voru mjög svona gerðu þetta vel og ég fann engar með, það voru allir vinanlegir og allt það, þannig að ég svona kannum þakkir fyrir það en svona almennt þegar ég horfði tilbaka þá var þetta Karabakh ævintýri svolítið misjafnað en eitthvað sem ég er mjög ánægður að hafa gengið í gegnum. En bara eins og, var þetta einhverju leiti áfall eða að lenda í þessu slysi þarna? Já, það var það. Þetta var alveg svolítið mál og ég meina bara það, augnabliki eftir að hann skalla á bílnum mínum þá náttúrulega bara, hugsaði ég bara, nú er bara allt breytt, ég vissi náttúrulega ekkert hvað
hvað hefði gerst og hver staðan var að manninum, en ég bara reiknaði með því versta og síðan þetta náttúrulega bara 2-3 mánaða prósess af óvissu sem ég vissi ekkert hvernig ég myndi fara og hafði enga stjórn á. Já, þetta svona langur tími. Já, þú veist, þetta bara meðan að maðurinn að jafna sig á þeim tíma, ef eitthvað kemur fyrir hann, ef lifrin í honum gefur sig til dæmis, þá það bara mín ábyrgð. Þetta er svo steikt system að það er langt mála að reyna að útskýra það, en þannig að þetta var mjög svona lærdómsríkt og þarna svona komst ég einhvern veginn svolítið djúpt inn í bara kúltúrin í landinu og bara svona fekk aðeins að upplifa svona aðeins aðra hliðar heldur en það sem maður fær að sjá svona og maður kynntu fyrir bara sem atvinnumaður í fótbolta og fær að sjá bara allt þetta flotta og svona sko. Þannig ég einhvern veginn sökk datt bara alveg að bóla kaf inn í bara, þú veist, einhverja ringiðu þarna samfélagsins og bara, þú veist, færandi í heimsóknir og heimsækjandi manninn á spítala og kynntist fjölskylduna hans og Núrlan og allt þetta kaos sem fylgdi þessu, þetta var bara mjög svona áhugavert allt saman. Já, og var ekki gott líka síðan að enda þetta á þeim nótum að, þú veist, kikki í mat til hans og að þetta hafi ekki endað í bara einhverju hræðilegu sambandi ykkar á milli þar sem að hann er að féfletta þig bara út af þessu slisi. Það var mjög gott og Núrlan, hann sagði mér að ég hafi verið ljónheppinn með fjölskyldu. Já. Sem að fyrst að þetta gerðist að ég hefði getað lent miklu verð í einhverjum einmitt svindlara eða þú veist, þetta var heiðvirt fólk sko. Já. Þannig að þetta var bara svona, það var bara ákveðið að, þú veist, það voru bara bætur ákveðina sem að voru svona einhvern veginn reasonable með að við hvað gengur gerist þarna, þó að mér hefði fundist þetta allt saman mjög skrítið, þá var ekkert annað í stöðun en að græja það, en þú veist, þau hefðu alveg geta haldið áfram að þú veist, sækja meira eða klaga mig eða eitthvað og gert mál úr þessu skilur, þú veist, þannig að þetta hafði svo sem ágætis endi og hann lappar í dag maðurinn, þannig að þetta er bara, það er allir glaðir í dag. Nema Núrlan, hann er strögglega með alla að finna sér konu, en ef hann finnur hana, þá fer ég út og mæti brúðkaupi, það er 100%. Já, þið eru góðu félagar eftir þetta allt saman? Já, við erum fínir félagar, hún þykir vænt mig og mér hann eftir að hann hjálpaði mér í gegnum þessa krísu og þannig að engin spurning, þetta er toppkall sem að mér langar að einhvern tímann fá í heimsókn til Íslands og ég held að það verður mjög kostulegt að sjá mann svona sem er svona street smart í Azerbaijan og þekkir Bakú inn og út en ekkert annað einhvern veginn, ég hef pælt í hvort það var ekki sjónvarpsefni, bara TV að koma honum til Íslands, dropp honum í einhvers staðar á Ingólfstorg og bara og fylgjast með hann að redda sér hvernig hann myndi díla við það á Íslandi, svo allt annað veruleiki sko. Já, þú getur framleitt þá þetta. Já, það er möguleiki. Þú kemur heim eftir Azerbaijan og ert aftur mættur að spila fyrir Íslandslið en það sem við skautum svolítið yfir er þessi stóra auglýsing fyrir HM. Já. Og hún er náttúrulega bara risastór fyrir þinn feril sem leikstjóri og það er ennþá gamla glæður það lifir ennþá í gamla glæðum leikstjórans. Já, ég var fenginn í að gera þessa auglýsingu. Snorri Barón vinur minn, við ákváðum það eftir að við komumst að HM að nú væri tækifærið til þess að gera eitthvað almennilegt af því þetta var náttúrulega mjög uník þessi staða sem ég var í að vera kvikmyndagerðarmaður, þú veist, verandi aðalmarkmaður landsliðsins, það var alveg búið að vera það áður skilur eins og þegar ég var heima á Íslandi að gera til dæmis auglýsingu fyrir Icelandair einu sinni sem var með landsliðinu í aðalhlutverki, þá var ég bara að leikstýra strákunum í liðinu og var í markmannspeysunni og var að hoppa fram fyrir myndavélina og aftur fyrir hana og þú veist, gera auglýsingu fyrir stærsta fyrirtæki í Íslands eða eitt af þeim og var að spila fyrir KR og var í landsliðinu og þú veist, þetta er svona þetta er ekki séns að þetta gerist neinstæðinum á Íslandi sko og þetta kvikmyndagerða dæmi, þú veist hefur náttúrulega alltaf bara verið svona svolítið mitt identity kvikmynda markmaður skilur og það sem að fjölmiðlar hafa áhuga að þeir eru að tala við mig og það þótt alveg nógu spennandi þegar við vorum að fara á EM og HM síðan að þú veist, markmaður væri kvikmyndagerðarmaður og þjálfarinn tannlæknir og allt þetta og að svo gerði ég þessa auglýsingu og það vildi svo heppilega til að þetta var örugglega mín best heppnaða auglýsing og henni droppað þarna rétt fyrir HM þannig að hún var
svona að circulata svolítið og var svolítið orðin algjör hittari á netinu áður en við spilum fyrsta leikin og þetta þótti mjög merkilegt að ég hef gert hana og síðan Líka út í heimi, ekki bara hérna heima Já, ég fann það alveg á Twitter og það voru komna fréttir þetta og Ísland var að fara að spila við Argentínu og markmaðurinn var að gera þessa auglýsingu hérna og eitthvað svona Og ég meina þú ert líka þarna, það brjála að gera hefur í fótboltanum Ert þú ekki svolítið gæinn sem bara upp á herbyggi með fartöluna og eitthvað að tjekka á hérna klippinu og kologreitinu og svoleiðis? Jú, það var þannig, ég meina í aðdragandanum að fyrir HM, við tókum þessa auglýsingu á nokkra mánaða tímabili fyrsti parturinn var í mars þegar landsliðið fór til San Francisco og HM sumarið, þannig að þá tókum við partinn með landsliðsstrákunum síðan var svona ongoing eitthvað skotið meðan ég voru út í Danmörku ég voru búin að teikna þetta allt saman upp og síðan vorum við 4 daga planaða eftir að tímabilið mitt var búið í Danmörku þá var ég með viku glugga á Íslandi og 4 af þeim fóru bara í tökur á auglýsingunni og svo fórum við inn á hótel með landsliðinu þannig við fórum bara í hardcore tökur þarna rétt áður en að undirbúningunni byrjaði fyrir HM skutum það og svo klippti ég auglýsinguna á hótelherbygginu og var að vinna hana með hana að því við vorum á Íslandi í einhverja 2 vikur eða eitthvað í undirbúningi, ég man ekki hvað var þannig að eftir hún var klippt þá var ég þegar við höfum frítíma á hótelinu þá fór ég og kíkti á litagreitið og hljóðvinnsluna og var bara að klára auglýsingarna og svo vorum við að klára hana bara þegar ég var komið til Rússland þá voru svona síðustu metrarnir og það var ennþá verið að breyta henni og laga og eitthvað og svo fekk ég bara loka versjón senda einhvern tímann 2 dögum fyrir leika eða eitthvað eða hvernig sem það var, hvernig sem við droppuðum henni þannig að þá var hún frumsýnd það var náttúrulega rétta mómenti bara 2 dögum fyrir leika eitthvað svona og við að fara að spila og hún strax varð svona mjög fór alveg út allt og þetta þótti mjög áhugavert og síðan náttúrulega förum við inn að leik og ég verið víti frá Messi og það varði eiginlega úr bara the perfect storm þar sem að ég held að ég hafi bara þetta var bara í fjölmiðlum út allan heim og það bara sími minn var hann bara var glóandi og held að ég hafi bara verið heimsfrægur í svona 2 daga og síðan náttúrulega bara fjara það út og gleymist en þetta var allavega mjög áhugavert að upplifa bara bara hvað HM var risastórt og bara einhvern veginn finna hvað þetta sprakk svakalega út með þessum svona 2 einhvern veginn þegar þetta tvennt kom saman og hitti svona vel í mark og sérstaklega frá Kína ég fann það er eitthvað, það gerðist eitthvað í Kína það sem að þetta fór eitthvað væral þar og það stútfylltist inboxi mitt af skilabóðum frá Kína í gegnum YouTube channelið, það var eitthvað komment og eitthvað dót þar og bara svona, ég var að heyra að því út allt að það væri eitthvað í gangi í Kína og það fór alls konar lið að hafa sambandið mig og senda mig posta og biðja mig að spura hvort ég væri hefði áhuga að gera hitt og þetta í Kína einhverja auglýsingar og eitthvað sem að lifði alveg lengi en ég gat aldrei gert neitt því ég var bara fastur einhvers staðar í Karabakka díla eitthvað afleiðingar, eitthvað spílslis og þannig að það fór eitthvað stórt í gang þar En ég meina, Kína er ekki með samfélagsmiðla eins og Instagram og þess að vissur alveg hvað var í gangi eða? Nei, þeir eru með samfélagsmiðl sem heitir Weibo eða Weibo og mér var ráðlagt að stofna Weibo-reikning að ég gegnum eitthvað agency og það var einhver umbóðsmannaskratti sem að tók mig eitthvað ég nenni ekki að fara í það var ég hefði alltaf átt að vara varlega í einhverju samninga viðraðan þar og en ég alltaf opnaði einhvern Weibo-reikning hérna og mér var sagt bara eftir pöntun einhver vídeo sem ég átti að senda hann inn og ég var komið með eitthvað, ég var nú að vona ég myndi fá nokkuð million followers það endaði einhverjum 100 eitthvað 1000 sem var samt slatti á nokkru dögum en það var allavega, ég fekk stanslausar fréttir á því að af þeim svona Íslendingu sem þekkja til í Kína og kínaska sendiráðið og eitthvað svona að það væri eitthvað buzz þarna og ég er svona að vona að það sé ekki alveg búið ég fæ ennþá einstaka svona meldingar og svona fyrirspurnir frá Kína eitthvað. Ég hugsa að ef að Kínverjar hefði ekki verið með þá reglu í deildinni sinni að þeir mætti ekki spila útlenska markmenn, það hefði pottið fengið tilboð frá kínusku deildinni. Einmitt, þannig að þú veist allir þessi áhug sem þú ert bara að tala um og þetta buzz, þetta er búið að vera í tengslu við leikstjórabransan, það var aldrei í boði að fara til Kína sem markvörður. Nei, það var ekki búið. Já, þetta er leikstjórabransin og einhver þáttur sem kom hérna frá Kína og kom hérna í 4 daga og gerði einhver þátt og það er svona alls konar bara komið upp
og ég er að gera auglýsingar núna fyrir kínamarkað, þú veist, búin að gera eina og er að fara að gera aðra núna, þannig að ég er svona vona að þetta sé þá glæður í þessu, þó þetta sé náttúrulega ekki eins heitt og eftir HM, þannig að það sé hugsalengur markaðar þarna sem að ég geti svona, þú veist, satsað á þegar ég hætti fótbolta, en það er samt spurning leið ég hætti fótbolta, þá hætti ég að vera sko öðruvísi, það skilur mig, það er svolítið það sem að gera þetta spennandi sko, ég sé fótbolta kvikmyndagerða maður sko. En þá ertu líka bara mikið undir að sanna sig í kvikmyndagerða bransanum og ég meina þú ert meðan ég er ennþá í boltanum. Já, en þú ert núna í spila fyrir lið sem er í efsta sæti í efstu deild á Íslandi, þú ert að leikstýra bíómynd, þú ert að búa til auglýsingar fyrir kínverskan markað, þú ert örugglega í alls konar öðrum verkefnum, þú ert með 3 börn og konu, ég meina hvernig gengur þessa dagana, bara svona tölum maður sem Hannes akkurat í dag? Já, það er mjög mikið að gera núna sko, það verður að viðkennast að ég er eiginlega alveg að drukna og svolítið komin á annar stað sem ég var hérna 2013 þegar það þurfti eitthvað undan að láta að því að þú veist, það er svona ég er reyndar orðið nokkuð góður í því að svona aðskilja þetta og þú veist, fótboltinn er forgangurinn og það er bara, ég kom hérna til Íslands með svona þeim forsendum að mér langaði að upplifa það að vera atvinnumaður í mínu landi, þú veist, það er eitthvað sem ég hugsaði oft það er ég var að fara einhver træl og eitthvað þegar ég var ungur og kannski ég fór til Víkingstaf einhver til dæmis, þar voru nokkri gaurar sem voru bara frá bænum, bara stafangar, voru atvinnumenn, þú veist, bara á stórum stadium í sínum heimabæ og ég öfundaði það, sem ég hefði þetta svo mikið drauma líf að vera atvinnumaður í fótbolta, þetta er vinnaðinn og þú getur verið í þínu umhverja því að það fylgir í alltaf ef þú ætlar að vera atvinnumaður sem Íslendingur að þú þarft alltaf að flytja á landinu og búa einn einhvers staðar og bara svona kveðja alla þína vini og fjölskyldu og þitt network en þannig að ég hafði þetta alltaf svona ég myndi eftir þessu þegar að tækifæri gafst að koma til Íslands og valur náttúrulega með háleit markmið og í rauninu og geta boðið geta boðið leikmönnum fín kjör þannig að maður getur verið hérna og bara einbeitt sér að fótboltanum og það var planið og er ennþá staðan en hins vegar þá er kvikmyndagerðin einhvern veginn svolítið fyrirferðar mikil þegar hún byrjar að anda hann í hálsmála á mann og ef maður tekur að sér verkefni þú veist þá er maður heldur fljótur að hafa mjög mikið að gera og þannig er staðan núna, þú veist við erum að klára leynilöguna og svo er ég búin að taka að mér þessi kínversku verkefni og er að framleiða þau og það er mjög mörg horn að líta síðan byrjaði kona mín að vinna ég hef eins árs dóttir og hún byrjaði að vinna og ég var búin að gleyma því að hún var að byrja að vinna þannig ég var búin að plana allt en ég var búin að gleyma því að ég þarf að passa barnið til 1 á daginn og svo þarf ég að mæta í vinnu á æfingar klukkan 4 þannig að ég hef 3 tíma skrifstofutíma hverjum degi að passa barnið, ég má ekki segja þetta ég er ekki að passa barnið mitt, ég er að hugsa barnið mitt en ég er allavega bara þú veist, ég er bara heima til 1 og að sjá barnið og síðan er æfingar 4 þannig að það er 3 tímar af skrifstofutíma sem ég hef aflögu þannig að þeir eru alltaf vel pakkaðir og svo bara eru kvöldin nýtt í þetta og eitthvað en þú veist, svo þetta þarf maður að sinna fjölskyldinu að reyna að eiga einhvern frítíma og svona líka þannig að þetta getur orðið svolítið líðandi og svona við reynum að púsla þess vel og við getum en ég held að það verður alveg þú veist, ég eftir að sakna fótboltans þegar ég hætti en það verður alveg líka svona þú veist, það verður alveg líka svona ákveðin léttir að einhvern veginn geta stjórnast tímanu sínu sjálfur og þú veist, þurfu ekki alltaf að þú veist, allar helgar fara í þetta og þú veist, maður ræður ekki þú veist, maður þarf alltaf að vera já, basically þú stjórnar ekki tímanuðin þú ert bara, þú veist, þetta er bara priority nummer 1, 2 og 3 og þú bara allt sem þú gerir annað, það þarf að smíðast í kringum það, sko. Já, og þegar þú ert að tala daginn á, þetta er ekkert grín, klukkan þegar þetta er tekið upp er 23:04 kvöld þannig að það er þetta höfður. Já, við erum búin að reyna að koma svo fyrir nokkuð sinnum og það er ekki gengið vel. Nei, en enda kann ég líka mjög vel að meta þrátt fyrir þetta að þá gefur þau tími í þetta en eitt með þegar við erum að tala með kvikmyndagerða bransa fólk sem er utan bransans áttar sig kannski ekki á því að þú ert ekkert eitthvað að vinna í 3-4 tíma í tökum, þetta eru bara 12 tíma tökudagar eða ekki? Jú, tökur eru náttúrulega rosaleg törn og keyrsla og
ekkert eðlilega lýjandi sko. Þú veist, þú bara kemur eftir tökudag, hvernig einasta tökudag sem þú klárar ertu bara eins og undin tuska og ef þú ferði í svona törn eins og að gera bíómynd eða þætti þá það bara svona eins og held ég að fara á sjó eða eitthvað, þú bara ferð í það og gerir ekki neitt annað og ert bara með hausinn á því 24/7 í því og kemur heim til 9 á kvöldin og bara ert vaknaður klukkan 7 og þú veist, þetta bara eina sem þú gerir og hver einasti dagur stress og þú ert komin eftir áætlun bara svona klukkutíma eftir að þú ert byrjaður og allur dagurinn fer í það einhvern veginn að því að planið fer alltaf átnum gluggan sko, eftir svona 1-2 tíma þú ert búin að skipuleggja daginn og eitthvað og svo ertu komin svo langt eftir að þú þarft einhvern veginn að kompromissa restina af deginum og hugsa bara hvernig þú getur leist þetta og alltaf undir pressu og þetta bara erfitt, skilur, þetta gaman en þetta mjög erfitt eins og að gera leynilökumyndina sem að við gerum daginn og ég náttúrulega alltaf þegar ég hef gert svona löng verkefni, ég gerði atvinnumennun okkar og 2 sjónvarpsseríur og svo núna þessa bíómynd með fótboltanum þá eina leiðin fyrir mig að gera það í október þegar að fótboltin í fríi, þú veist, að því að við erum tímabili klárast í lok september og þá förum við í tökur, skilur, þegar að við í fríinu sem við fáum frá fótboltanum þannig að svo byrjum við að æfa í nóvember þannig að þú veist, þetta var aðeins öðruvísi núna með COVID en skilur þú veist, tökurnar eru settar í fríið þannig að þú veist, í staðan fyrir að fara í frí þá tekur við bara eins mikil keyrsla og þú getur ímyndaðir sko og ofan á það, þá var þetta COVID-vesen þannig að mótið var að færast alltaf og þú veist, við vorum með þú veist, svona tökur ekkert smá mál að koma saman þetta eru milljón púsl sem þurfa að klikka sko og við vorum að reyna að gera þetta ofan í fótboltatímabili það var allir að vera geðveikir á þess að ég þurfti að fara á æfingar oft og eitthvað svona skilur við vorum bara að taka pásur eða smíða þetta einhvern veginn í kringum þú veist, færanlegt fótboltatímabili það er nógu mikið vesen að gera þetta eftir fótboltan sko en að því við þurftum að gera 5 daga úti meðan fótboltatímabilið í september meðan það var ennþá grænt á trjánum sko þá var bara fótboltatímabilið í gangi að þá og við bara tókum hann einhverja viku það sem að við náðum einhvern veginn, við stiltum þess alltaf inn á frídaga og helgar og reyndum bara að hafa þetta nógu langt frá leikjónum til þess að þetta hefði ekki áhrif en þetta var alveg svolítið tens vika þarna, við unnum reynda báða leikjana sikkur með við þannig að þetta kom ekki sök sko en síðan tókum við restina sem sagt hina 15 dagana tókum við eftir tímabilið. Hvað það margir tökur þar, heldina? Þeir eru 20 dagar sem var svona hvað ég segja, principal photography eða þú veist, sem var bara krúið og svona aðaltökurnar en síðan vorum við búin að pikka út sko allt sem hægt var að gera svona með minna krúi bara svona allt sem var bara úti þurfti ekki að lýsa, bara samtöl það sem þurfti bara kannski kameru, hljóð og smink og svona einfaldari framleiðsla og bara aðleikarana því þeir eru þú veist, við erum bara saman í þessu ég, Öddi, Egill, Sveppi og allir sem komum að þessari mynd, þannig að þeir bara mættu í það, skilur við, þannig að það var svona litli dag, þannig að við tókum út allt sem hægt var út úr því að þetta er svo við erum að gera mjög stóra og metnaðarfulla mynd fyrir mjög lítinn pening þannig að það þurfti að telja hver einustu krónu þetta var mjög erfitt ferli að reyna að búa til stóra aksjónmynd fyrir, þú veist næstu í bara stuttmyndabudget, sko þannig að við tókum sér satt komum eftir að því 20 dagar og síðan voru kannski einhver 5-6 auka dagar þar sem að, þú veist, við vorum bara með kameru og hljóð og leikarana en það samt mjög erfitt að það, þú veist, þá er henni mæði meira á okkur ef eitthvað því það ekkert, þú veist, engin auka mannskapur til þess að hjálpa okkur eða eitthvað svona Þessi bara hugmynd að leynilökunni byrjar þetta ekki í alvörunni út frá þessum trailer sem þið gerðuð í Öddi og Sveppa þáttunum? Jú, það er bara alveg 100% þannig. Þetta var fyrir 10 ára síðan þá hringdi Öddi í mig og hann var að fara í keppni við Sveppa hvor gerði flottari trailer fyrir Öddi og Sveppa þátt og okkar trailer hitti vel í mark við pökkuðum þeim saman og hann þótti vel hefnaður og bæði bíóin, sambíóin og sena hringdi í okkur og vildu fá bara þessa mynd í bíó bara næsta dag eða eitthvað og við fórum þarna sumarið ég Egill Öddi að skrifa þessa mynd og hún var heldur langt komin stemning í hana og mikill hitti og við hefðum bara farið í hana en síðan bara þróist hlutinir öðruvísi og ég fer síðan út í atvinnumennsku 2013 og þetta var ekki ennþá orðið að veruleika og ég bara gaf þetta upp á bátinn bara þetta væri búið og þegar ég kemur tilbaka þá þeir bara orðnir has-beens og
þú veist, þetta væri bara ekkit moment fyrir þetta lengur, en það pirraði mig geðvegt, að því mér fannst þetta alltaf alveg ógeðslega spennandi, þetta var bara einhvern veginn myndin fyrir mig til þess að gera, til þess að, þú veist, fullkomin mynd til þess að gera sem fyrstu mynd, sko. Af því að einhvern veginn kemur allt saman þarna, veist, ég get svona leikið mér með eitthvað svona svolítið over the top, svona aksjón og drama og svo þetta allt grín, hann getur réttlega allt sem grín, sko, að þetta þú veist, þetta aksjónmynd sem að gerast í íslenskum svona hliðaveruleika, það sem að allir tala eins og haga sér eins og séu í, þú veist, einhverju 90s buddy löggumynd, sko, þú veist, allir með byssur og tali one-linerum og allt þetta, en þú veist, eru samt bara í Smáralundinni eða Síðumúlanum eða eitthvað svona, sko, og hérna, þannig að þetta svona, þannig að því meira over the top og því meira aksjón og bull sem að við gerum, því fyndnar að verða, en samt flott í leiðin, en þú veist, hún á bæði, þú veist, við erum að sjá kannski aksjónsenu sem að þú getur aldrei réttlætt í venjulegri íslensku mynd, af því að það meikar ekkert sens, en að þetta er grín, þá getur við bara gert allt sem við viljum, sko. Þannig að þetta er ógeðslega spennandi og skemmtileg mynd að gera og bara fullt að fyndnu frábæru fólki að leiki í henni, þannig að tökurnar voru, þú veist, þetta er bara, það var allir að elska að gera þessa mynd, sko. Þú veist, að geðveik stemning á settinu og bara, þú veist, mikið leið og vera að gera hluti sem ekkert endilega verið að gera vanalega, þú veist, eins og fyrir krúið og svona, margir sem að, þú veist, töluðu það bara hvað einhvern veginn væri hressandi að gera eitthvað svona skemmtilegt eða svona öðruvísi aðeins og þannig að hver átt spurningin? Ég heldur bara að ræða við upprunan af upprunan, já, það var trailerinn bara þótt að áhugavert að það verður í alvörinu til bíómynd út frá þessum trailer, sko. Nákvæmlega, þannig að þegar ég kem síðan tilbaka núna, þá förum við eitthvað að ræða þetta, þú veist, ég moment fyrir þetta en þá og hvað, þú veist, og ég pældi mikið í því og þeir eru náttúrulega bara verða bara vinsælli með hverju árinu, því eldir sé að verða, því vinsælli verða það er eitthvað mjög skrítið formúla, því oftar sem þið segja þessa brandara sína, sögum brandari F95 því vinsælli verðaðir og fyndnari eða eitthvað, það er alltaf, þetta er eitthvað mjög skrítið, hérna, hvernig virka þessi menn, þannig að það er bara stemning fyrir þessari mynd og ég held að það allavega mér upplifið mjög svona mikla stemningu fyrir henni og svona svolítið buzz og ég held að hérna, þetta verður öðruvísi mynd í íslenska kvikmyndaflóru og ég geti trúa svolítið þakklátt eða svona, þú veist, þetta verður bara svona skemmti svona bomba. Gekka, ég er bara lagt til að sjá hana. Er ég á inni hjá þér söguna Einar Bárð á fingurinn á þér sem hefði getað endað allt það sem við erum búin að tala síðustu mínúturnar. Ætlar að gefa mér hana í lokin, eða? Og leikstýrið þú ekki 5 á Richter, eða? Jú, það var þá sem ég misti næstu í puttan. Já, einmitt. Sem sagt, þetta var mjög dramatískt moment í öllu þessu ferli vegna þess að þetta var myndband nummer 2 sem ég gerði. Fyrsta var fyrir bara í nótt sem var tekið á Þjóðleikhússkjallaranum, það var fínasta vídeo og það var sem sagt í þessu ferli sem að við samfærðum Einar Bárð að við getum gert fyrir hann vídeo, hann lét okkur fá 200 skall, þannig við hefðum efna á að ráða tökumann og kameru og einhver smá ljós. Alltaf varst þetta þú að sannfæra eitthvað þitt eigið ágæti? Það er svolítið hann, sko, sækja þetta. Já. Og hann var ánægð með það, þannig að það var ákveðið að vaði næsta. Hann var með þetta Nylon Project í gangi að setja saman stelpuband sem að gerði plötu og voru með nokkra hittara á þessar plötu, þannig að hann var alveg með nokkuð vídeo sem hann vildi gera. Næsta var 5 á Richter og við vorum að fara að gera vídeo, svona kvartmílu vídeo, á kvartmílubrautinni, þess að það er átt að vera í einhverju spinnu við eitthvað kvartmílu lið og voru búin að læna því öll upp og það átti að vera svaka metnaðfull músikvídeó og svo var ég að fara þarna nýrtir daginn fyrir tökur og það er svona risastórt hlið sem að maður þarf að opna til þess að komast á kvartmílubrautina sem er búið til úr ljósastauri eða eitthvað, þú veist, liggur svona yfir grindverkið, yfir veginn fyrir gjöð og á endanum segjum við þetta sé ljósastaurin og veist, hann liggur svona fer svona upp, þá á endanum var risastórt lóð og ég til þess að opna þetta lagðist ofan á lóðið og svo þegar það byrjar að síga þá í einhverju hugsanleysi þá læti hendina undir lóðið og það kemur svona í raun að vega salt fyrir það sem ég er svona óná og svo ætla ég svona að dempa höggið en þá kemur bara allur staurin og lóðið og klessir höndin á mér upp við svona staurin sem að þetta hangir allt á, þar útstendur svona lítill pinni sem að fer á milli og veist, höndin á mér er alveg þegar þú sér þannig það er ör
Herðu, já, og hérna, einmitt. út af því að þetta opnaðist allt, sko, þetta flettist upp hérna og ég bara sá inn í beinið á mér, sko. Svona fingurrótinni þarna eins og við segjum á læknisfræði. Já, sko, þú sér hér, þessi var bara tjastla saman hérna, sér þetta? Já. Og svo hérna nær þetta hingað, þú veist, Þetta bara hörku örmaður. Já, þetta alveg rör, þetta bara, ég tilfinningulegs í þessu, af því að þetta var bara, þetta tættist bara upp. Einar Bárða gerði þetta? Hann gerði þetta, en sko, ég var svo heppinn að pinnin fór á milli, þú veist, hann tætti bara upp húðina, hefði lent hérna, þá hefði hann bara choppað, bara puttan beint af, sko, en hann fór hér, og þetta er bara enn 1 millimeter spursmálið, þú veist, eða ef og hefði, að hefði hann farið hérna, klikk, þá hefði puttin choppast af, og ég náttúrulega hefði aldrei staðið í marki, en það þurfti samt að sauma þetta alveg, þú veist, bara tjastlösu saman, og ég var með hendin í fatla, og við ætluðum að fara að taka þetta vídeo samt daginn eftir, en þá byrjaði að snjóa, þá gátum við ekki gert kvartmýluvídeó, þannig að á deginum þá pródúseruðum við það að breyta þessu úr kvartmýluvídeó í cage fight vídeó, það sem við fárum í eitthvað hús sem við búum að rífa núna og bara hóum saman sníklunum með þeim sem ætla að leika í vídeónu og redduðum þessu cage fight vídeó í samdægu sem er núna á YouTube eða langar horfa og þegar ég var að klippa þetta cage fight vídeó þá hringi ég í þjálfaraleiknis. Það er ein saga sem þú hefur getað að fara út í þegar ég klúðraði hérna mjög stórum fótboltaleik en hún hefur sögð átt áður og getur fundið hann á netinu þegar ég klúðraði henni með útsparki sem er frækt í Breiðholtinu og það var svona lágpunkturinn á mínu fótboltaferli það var hann nokkrum vikum áður mistinast í puttan með hendinni fatla var að klippa 5 á Richter og eitthvað búin að panta með Dómurús pítsu eða eitthvað og bara búin að gefast upp á þessu fótbolta þá hringdi ég í Garðar þjálfara og sagði ég er hættur ég nenni ekki þessu fótbolta. Og tók hann því bara að það? Já, hann tók því þá sagði bara ég skilði vel en ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði en allavega var það hann sem hringdi mig síðan í janúar það ár og spurði hvort ég var ekki til í að mæta aftur æfingar því þeir væri bara með 1 markmann og það var þá sem ég mætti og fann nestan og svona ákvaða að gefa þessu svona 1 séns í viðbót. Sem betur fer. Vá maður, það er stutt á millið þarna. Það er nefnilega svolítið mörg moment þarna á leiðinni þar sem að þetta hefði getað farið á allt annan veg. Þetta var eitt af þeim og þú veist þegar að hefði til dæmis KR ákveðið að satsa ekki á mig þá hefði ég sennilega hætt í fótbolta mjög fljótlega eftir það því að þú veist þá hefði ég örugglega farið ég var hættur í Fram sko, ég hefði kannski farið í Leikni eða eitthvað í neðri deildirnar eða ég veit ekki, ég var svona alveg það var algjört svona sliding door moment þar sko. Sliding door, veistu hvað refið þetta er? Sliding door? Þetta er bíómynd sem að með Gwyneth Paltrow. Já, veit hver það er. Já, sögutráðan er þannig að hún er að fara inn í neðanjarlest og hún er alveg að missa lestinni og svo fer hún inn og í einu mómenti þá kemst hún inn í lestina og í öðru mómenti þá lokast hurðin og svo farast það 2 sögur annars vegar það sem að gerist eftir að hún komst inn í lestina og hins vegar það sem gerist eftir að með það hún komst ekki inn, skilur mig. Ég túlkaði þetta allt öðru síðan, ég er að skilja það núna. Já, þetta er svona pingulítið augnablik sem verður geðveikt dramatíst af því að þú veist að bara gerast algjörlega ólíki hlutir fattaru mig og eftir því hvort hún komst inn í lestina eða ekki. Mér finnst samt mjög skemmtilegt að hugsa út í það sko, þú veist að nefna alltaf þessu bara svona pínulitli bara munar engu, en þetta er alltaf eitthvað svona, já þú veist ég var að sannfæra þá að fá mig yfir og veist, ég var að hringja þetta símtal og ég var að pressa eftir þessu ég meina, þú veist, það hefði verið mjög langt á milli ef þú værir ekki uppi með síman að hringja þessi símtal og bara grænda þetta meina, veist, og það er bara þess vegna sem það er stutt á milli út af því að þú komst þessu svona nálægt. Þetta er ekkit bara heppni og einhver grís og alls konar tilvílanir sem þetta með mér, auðvitað er það þannig að þú skapar þína eigin heppni og ég trúi á það að sko ef þú ert vinnusamur og eljusamur og svona ósér hlífin, þú veist, það er eina leiðin til svona árangri, skilur þú bara nærið ekki árangri í neinu hvort sem það er kvikmyndagerð eða íþróttum eða hverju sem þú ert að reyna að gera nema hún ennir að bara put in the work sko og bara setja bara klukkutímana þína í þetta, þú veist, þú þarft bara þetta er bara fullt af klukkutímum sem hafa farið í þetta bara endalust af þeim, bara nætur þú veist, 1.000.000 nætur sem að farið í, þú veist, þetta er bara grænt og hvort sem að það er kvikmyndagerð eða fara, þú veist, að æfa aukalega í fótbolta, þú veist, aftur og aftur og aftur og aftur, það er eina leiðin, skilur og með því að gera það
þá eykur líkurnar á því að hlutin detti með þér, það er bara þannig, þú stjórnar ekkert öllu en þú getur stjórnað sömu og ef því duglegri sem þú ert og því meira sem leggur á þig því líklega er hlutin detti með þér, það er mín reynsla. Það geta allir sagt þetta en þú getur bakkað þetta upp og þú hefur sýnt þetta. Ég ætla að leyfa þess að loka örunum. Hannes Þór Halldórsson, 1000 takkir fyrir að láta vera veruleika, klukkan er 23:20 og ég ætla að fara að leyfa þér í háttinn. Takk fyrir mig.